sun. This ethereal light that we left will not burn out. While to where we run, in the time that we had, it was worth it to know that this is not the end. It's just a part of the puzzle. The piece found its way to. This is not the end. It's just a split in the pathway of fate. Take a new trail. Catch your breath and pour your lifeline. No left to fall. Find your new way, just in time. No left to fall. This is not the end. It's just a part of the puzzle. The piece found its way through. This is not the end. It's just a split in the pathway of fate. Take a new trail. Couldn't see from your wildest heights, anticipating the fear that you thought you'd abandon, questioning ourselves. But the journey we take wasn't meant to be easy. This is not the end. This is not the end.
inn til Desta, hann fellur í svann, Desti! Wow! Kvöldið og verið velkomin í almenna bikarinn í Overwatch, þessa fyrstu útsendingu hjá okkur af tímabili nr. 7. Ég heiti Óli og ætla að vera með ykkur í kvöld og með mér er hann Rúnar, vertu velkominn. Já, takk fyrir það og gaman að fá að vera með þar sem að þetta er nýtt season að fara í gang, nýtt tímabil. Já, eftir smá pásu. Eftir smá Rivals-pásu. Já, eftir í rauninni frekar langa pásu, tókum þarna góða Marvel Rivals lengju. Já. Þannig að það er bara skemmtilegt að sjá hvernig spilurinn tekst til að rifja upp gamlan leik sem að hefur ekki verið spilaður í eitthvað tíma. Nei, einmitt. Já, komum svolítið tími einmitt síðan við fengum að sjá þessi lið og já, fengum rosalega góða þáttöku á þetta mót og erum bara virkilega... Við erum alveg í skýjónum með það að fá góða þáttöku og spilarar tilbúinir að takast á við nýjum reglum og slíku. Já, sem að við einmitt ætlum að koma inn á núna, það er Herobands og Rúnar, hvernig virkar þetta Heroband kerfi hjá okkur? Herobands eru sem sagt ekki eins og þegar þú spilar venjulega competitive game mode inn í leiknum, heldur fær hvort lið fyrir sig 1 bann per map á hverju borði og í fyrsta mappinu er það liðið sem er með hærra average rank sem að fær fyrsta bann eða er ofar í töflunni. Já. Já, við erum alltaf bara eiginlega ekkert komnir áfram í það þannig að það er en það er hærra sídið. En hærra síd, þeir byrja að banna og svo er það þeir sem tapa borðinu á undan, þeir fá bæði að velja mappið og fyrsta bann. Já. Og ef það er jafntefli þá heldur liðið réttinum að banna sem tapaði síðast. Já, eins og með... Sem sagt bara sá sem pikkaði fyrsta bann seinast og ef það er jafntefli þá heldur áfram að pikka fyrst. Já, alveg eins og þeir fá líka þá að velja mappið aftur eftir jafntefli, sá sem að völdu mappið á undan. Það er nákvæmlega eins. Og svo ætlaði ég að nefna við þig hérna. Já. Mér finnst rosalega spennandi að sjá hvernig tiltekst þar sem að komin til dæmis 9 DPS hetja. Já. Síðan síðasta mót var. Jú. Og ég man ekki betur eins og að það komið support hetja líka. Jú. Vendetta og Wuyang. Wuyang, já. Það er ekki komið tank. Það er ekki komið tank síðan síðast. Nei. Slapp Hazard inn? Hazard var síðast. Ok, hann slapp inn. Allavega þegar við tókum helgamót. Eitthvað sem við hefðum átt að vera búinir að aðhuga áður en við fórum í útsendingu. En þetta er 50-50, annarkvort var hann ekki. Ég er nokkuð viss að hann hefði allavega verið á síðasta helgamóti. Já, það er ekki... Ég er ekki viss með síðasta tímabil. Já, það er nú ekki svo langt en svona stutt mót, þá var hann allavega í boði. Og hann er búinn að vera það lengi þannig að spilar að þekkja hann nú orðið. En Vendetta sérstaklega, hún er ennþá rosalega sterk en hún spilast svo allt öðruvísi en allar DPS-hetjur. Þannig að það er erfitt að láta hann að virka. Í þessu, hún virkar... Já, í coordinated play þar sem eru 5 á móti 5. Já, í uppsettu spili þá virkar hún ekki eins vel og eins og ef þú færir á ladder í competitive með... random. Það er nú aðeins búið að nörfana, hún er að komast á svona, hún er að verða svona viðráðanleg. Já, og jafnari eins og þeir náttúrulega þurfa alltaf að þegar það kemur ný hetja þá er það bara eins og, þú veist, Ronaldo að droppa inn í íslensku deildina, sko, það er alltaf bara besti gæinn í leiknum. Það er alltaf bara langbestur. Já. Það er svona eins og, til þess að vitna í handboltamótið, að það er svona eins og Viktor Gísli í markmannstöðun á Íslandi, hann er bara langbestur. Bestur, já. En við ætlum að byrja þessa fyrstu útsendingu á leik í fyrstu deild milli 90 mín og Musteri. Það sem að Samoa er fyrsta mappið í round 1 í öllum deildum. Og skulum taka fram að Samoa er control map og round 1 í öllum umferðum er alltaf control mappa þegar það er ekki hægt að gera jafntefli. Og sama ef það fer í 2-2 þá er síðasta mapp alltaf control eða King of the Hill fyrir aðra sem þekkja það þannig. Já, fyrir þá sem hafa fylgst með öðrum leikjum. Já. En já, við vitum ekki bönnin ennþá, við komumst að því rétt strax, já, en ætlum að, já, en það er Lucio og Ana. Já, 90 mín banna Lucio og Musteri banna Önu. Já. Þetta er svolítið spes. Lucio reyndar svolítið metta núna, og Kiriko. Já, Lucio og Kiriko. En Anan hefur ekki verið mikil metta. Nei, en ég held að þetta sé targetbann á
á lið 90 mín. Alveg eins og ég held að Lucian sé Target bann á musteri musteri, já. þar sem að þetta Sumis virkilega sterk á önnu Já, og sömuleiðis musteri rosalega brawl rush já lið, þeir ef við vilja spila skoðum- rosa hratt en ef við skoðum leikstílinn þeirra á fyrir mótum. Já, en það kemur samt aftur inn á að núna Juno í leiknum Já, já, og núna ennþá speedboost í bóði frá Juno og ef þeir vilja fara brawl að fara Junker Queen já, þá algjörlega. Junker Queen með shout eins og við kallum það, Já. öskrið Öskrið, já. að þá allir sem standa nála þenni fá speedboost og Já. auka líf. En í þessum liðum, þegar við erum búin að vera að vitna aðeins í hérna meðlimi, þá í 90 mín, þá Nasl á tank, Steppi og Gróni Góðsögn á DPS, Sumis og Titan á support. Svo í musteri Endertat á tank, Gullós og Extraleo á DPS, Magnús og Stúfur á support, en í dag komst Gullós ekki og því verður snella hlaupliði fyrir musteri, eitthvað sem hann ætti nú að þekkja að spila með musteri. Já, Þó svo að hann sé er komið svolítið langt síðan já, síðast. hann er vel reyndur í því samt sem áður Já, að spilaði með þeim mörg sísón í röð og tók svo held ég 2 sísón ekki með þeim. já, Fór yfir til Berserkja já, þar sem hann spilar þar sem hann spilar en kemur einmitt í dag sem hlaupaliði fyrir musteri. og mörgum talin bara eitt besti leikmaður sem hefur verið í musteri. Já. Liðin eru tilbúin, þannig að við erum á leiðinni inn í fyrsta leik tímabilsins. Fyrsta streymdaleik. Fyrsta streymdaleik, já. Kannski verðt að minnast á það að Jötun og Tási og fjölskylda Já, áttu viðureign í gær í fyrradag. já, fyrir Já, dag. í fyrradag. Og þar fór Jötun með sigur á Hólmi 3-2 Já, í þessari sömu deild og og þessi þessi tvö lið. Það eru 3 deildir hjá okkur núna og við förum kannski aðeins betur yfir það þegar við förum í úrvalsdeildarleikin sem hefst klukkan 8 á eftir. En Samoa, tildulega nýtt map. Nýjasta kontrollmappið, eða ekki? Jú, Að Control finnst mér alltaf rosalega skemmtilegt game mode. já, og það Er allt öðruvísi heldur en Hybrid og Escort eru spilum í svipað. já, Push síðan reyndar allt annað fyrirbæri. já, Þú ert með Flashpoint sem í rauninni Control bara hraðar. já, sem bara, já, Og það færið ekki þessa pásu á milli umferða. Heldur Nei, ferð beint þú yfir í ert næsta bara- og bara keyra áfram. bara þetta er bara kysla. En við sjáum að það eru rosalega svipuð kompin. Að Já. Nasl Sarju og Endertat sem er leiðis. Svo erum við Gróna Góðsögn og Extraleo og báði á Sem að- ástu mettru sem sem- taka reyndar örgla bara TP út. Já, Snella og Vendetta. Og þetta er allt komið af stæðina, bæði lið nýta að vera með Juno. Það sem að Lucio auðvitað ekki inni. Steppi að taka mikinn skaða þarna, koma sér reyndar fyrir, eru með örlítið betri staðsetningu hérna á punktinum 90 mínútur núna. Þurfa að nýta sér hann einhvern veginn, eru eiginlega bara svolítið að leyfa musteri að koma sér aftur inn í þetta. Steppi tekur út Magnús núna, Endertat fellur fyrir Steppa sömuleið, Steppi með Snella, Steppi með 3K, virkilega vel gert þarna, Nast fylgir eftir Ástú. Það er nú ekki mikið hægt að segja um þetta. Nei, ekki nema bara það að Steppi bara tók þetta í sína reyn hendur. Setti á Fór hann skiptakkan fór í turret mode brabb brabb. og hélt inn í vinstri músatakkanum. Já, og þá var sagan öll. En fyrir vikið Steppi kominn lengst í ultið sitt. Já, sáum þarna Stúfur er virkilega óverðað líka. Spurning hvort að liðsmenn 90 mínútur sé að fylgjast með þessu. Vel chargeað, Nast þetta tekur út Snella sem fór full aggressíft jafnað þetta út þegar Gróni Góðsögn fellur fyrir Magnúsi. En á meðan eru 90 mínútur með búndin. Endur þetta voru lág, fer alltaf fyrir hot. Veit ekki hvort að liðsfélagarnir ná að sjá hann. Stúfur er að reyna að halda honum uppi. Maggi sömuleiðis, Magnús fellur fyrir Nast. Núna er þetta spurning hvort að musteri ætti að resetta eða hvað þegar að Steppi er í form, er tekin út af Snella. Naslæg og stórleik hérna líka. Virkilega vel gert. Já, sjáum það reyndar að þetta killfeed er eitthvað aðeins í ruglinu. Við finnst velvinningar á því, þeir sem eru að fylgjast með því. Þetta er svolítið, liðin eru bæði rautt og blátt. Ég veit ekki alveg hvað þetta er. Það er því miður ekkert sem getur gert í því akkurat núna. Nei, við erum að leiða í stórt graf, kemur út Súsu þetta snemma. Spurning hvort það hafi verið aðeins of snemma þar sem að eftirfylgning hjá 90 mínútum er bara 10 af 10 og þetta er 5K og 75 á klukkunni ætti að duga svona
Já, þú þarft að spawna einhverstað rétt fyrir 80, kringum 75-80 til þess að reyna að komast inn á punktinn Þeir án fá- þeir þess fá að vera í heilan færi. erfiðleikum. Og 90 mínútur með 4 úrslit Steppi opnar þetta extralega og nær engum nema Nast fellur endur hérna fyrir það en nær Nast út einhvern veginn. Steppi tekur úr stúf 4-3, Endertattir ennþá lífi með mikið charge, við komum með grafistið. Þetta er target sem að skipti virkilega miklu máli að fella þarna niður, snella reynda að tekja út. Magnús með Orbital Ray, Sumis tekur hann út núna, svara með Orbital Ray, kemur grafið núna frá Endertatt, svolítið lítið, svolítið seint, næri ekki neinu með þessu stúr, kemur inn með Kitsúröst. Snella er að reyna Já, og þetta var bara Svolítið- virkilega vel spilað hjá 90 mínútum. já, svolítið innliða. Já, Musteri Round áttu eight. ekki svona jafn samstilt spil Alls í þessar ekki. umferð. 90 mínútur voru bara með sitt plan, fóru Já. bara algjörlega eftir því og það bara borgaði sig. Spurning hvort það hafi ekki verið plan B hjá Musteri af því að nú er þetta rosalega vel uppsett lið og þessi strákar hafa spilað svo lengi saman að þetta er svona svolítið úr karakter, þetta fyrsta ránd. Já, en Hjá þeim. svo eins og öll liðin þurfa að eiga við núna að þau eru að byrja í leiknum aftur og það er bara misjamt hvað fólk er búið að spila. Algjörlega, og kannski erfitt að reikna með þessu 90 mín liði þar sem að, já, þetta er náttúrulega nýtt lið og þetta séu einstaklingar sem hafa verið hjá okkur í keppni áður að þá er alltaf erfitt að reikna með nýjum liðum hvernig þau stilla sér upp, en sjáum það Musteri er með miklar breytingar á sínu liði, ætla að svara Bastionunum til dæmis, fara yfir á Sigma sem að er mögulega sterkasti tankin í leiknum í dag. Allavega einn af þeim. Lari hérna líka, virkilega hátt vinnreitt í competitive fyrir þá sem fylgjast með því á Lari. Hún er virkilega sterk, sömuleiðis Kiriko. Sjáum það að 90 mínútur vilja taka hægrándið þarna frekar heldur en að koma sér fyrir á punktunum með það sem að Musteri er að gera. Extralega tekur út gróna góðstögg. Snella með Sumis, 3 núna fallnir hjá 90 mínútum, virkilega vel gert Musteri og þetta er bara spurning að taka Nast. Þarna er þetta svolítið meira Musteris liðið sem við höfum séð áður. Þarna Já. spiluðu þeir sinn eigin leik og 90 mínútur bara gátt ekki ítt inni þá. Nei, í raun og veru ekki. Musteri eignaði sér bara plássið, Endertatt stóð þarna við stigan þar sem að 90 mínútur vildu fara inn á punktinn en hleyptu þeim bara ekki í gegn. Og þarna er Sigma sterkur, setur upp skjöldinn og svona hann á plássið sem hann vill eiga í raun og veru. Þú þarf svolítið að taka það af honum. Getur verið erfitt að ætla sér að taka af honum líka. Já, Nastanna tekur út pælón frá Stu sem er alveg verið að koma með ultimate. Steppi fellur þarna fyrir Extra Leo. Titan og Sumis eru bæði virkilega lág, gróni góðstökk fellur, allir lágur í 90 mínútum og við erum að sjá algjöra umbreytingu á rándi milli 1 og 2. Þetta er bara svart og hvít á báðum hliðum. Já, 90 mínútur ekki ná að gera eiginlega bara nokkuð skapaðan hlut. og sjáum strögglið hjá gróna góðstökk eingöngum með 35%. Það er þessi Cassidy og já, ég held að þessi aðalega þessi Cassidy er algjörlega nullan út, kemur snemmt Graviton Surge hérna frá Sigma líka erfiður fyrir Vendetta. mjög. Nastin þetta tekur út snella. Er einhver eftirfylgni á þessu? Það eru fullt af útum, 4 ultimate í boði báðum megin. Grjóni fer djúpt inn þarna, fær búbluna, vel gert, ætti að ná einhverjum þarna, nær ekki, nær stúf reyndar. En Extralegu er að setja virkilega mikil skada á hann, en þetta kemur bara styrkurinn hjá þessari hetju. Hún er rosaleg ef hún kemst alla leið inn í þig. Og svo eins og með Vendetta, núna eru náttúrulega perks í leiknum. Já, já. Að annar perkin í byrjun, í fyrsti perkin sem hún fær valum er annars vegar sverðið fyrir ofan hana, hún setur hann niður á við og þá færði 30% minni mig lifesteal. Já. Sem er bara rosalega mikið fyrir. Reyndar tekir þarna einhvern veginn út af Extralegu. Magnús fylgir eftir. Nart sömuleiðis alltaf reyna ná okkur. Steppi fer inn í grafið, nær hann öllum þetta, nær 4 með ultinu frá Bastion og nota þarna reyndar 4 ultimate 90 mínútur gegn 3 að 2 í raun og veru. Já, í raun og veru þess virði líka. Þeir eiga núna gröni góðsögn ultið og hinnir eiga High Noon. Sem er Zoning ultimate í besta lagi. High Noon? Já. Já, High Noon er í raun og veru með lélegri ultum í leiknum.
Já, Svona hvað sko hvað ætlastu til þess að fá frá últi er svona spurning. Já, Kemur Þetta út vilja snemma, já, er ekki með neitt speed boost. Kemur út frá Grjóna Gossip, þeir eru allir þrír í röð, hann hittir ekki ultimintinu þó þeir hafi staðið allir kjurir þarna. Óhefni hjá Grjóna. Sáum endur þetta er að verða komið með ult, spurning hvort að hann ná að koma því upp eða hvort að þeir leggja áherslu á að fella Sigmann. Titan fellur fyrir snella, Sumis tekur út extralega og það er jafnt í liðum, vantar DPS báðum einn, Steppi er í turretform, er að dæla niður skaða þarna. Sömuleiðis Nast. Þetta killbeat er alveg að fara með mig, það er rosalega erfitt að fylgjast með þessu hvað er að gerast. Snella með 2 stór pikk áður en hann fellur sjálfur Fyrir og Nast, Stúfur einn eftir og þetta held ég að sé ekki nóg. Mér sýnst nú killbeatið aðeins vera að skána núna. Ekstralega komst inn á punktin til þess að ná overtime en þeir skipta Endur ekki það í hraðari skiptir hetjur. ekki, var hérna á með ultimatið, spurning hvort að það hafi haft áhrif á það af hverju hann skipti Já, ekki. mögulega of mikil bjartsýni í að vilja fá eitthvað stórt með þessu ulti Já, en virkilega vil spila fyrir rest hjá 90 mínútum Já. alveg fyrir setni umferð. þeir komu vel inn í þetta musteri en já. Erfitt til að byrja með fyrir 90 mínútur. Þetta var það sem að opnaði þetta allt saman fyrir liðsmenn 90 mínútna að ná þessu. Þetta var svona ekta Þessu dæmi dýrkili. samstillt spil Algjörlega. að Og- þar sem að Nasle mitt hendir út Graviton Surgeonu nær 4 og Steppi bara fylgir eftir. Já, Ég gerir ráð fyrir því þar sem að ég þekki þá nú aðeins þessa spilara að Nasle hefur sagt þeim eða sagt Steppa frá því að hann var Já. að grafa mögulega ekki fyrir hann var í búin að því nei, og Steppi tekur því bara með opinni skjöldu og ítir á á kúttakan sinn líka. strax. Af því að það tekur smá tíma fyrir Bastion að komast í gegnum þetta, komast Hann er í breyta rauninni- formi hann og er þessi öðru. transformer bara. Já, Hann þarf að breyta forminu yfir já, í og það tekur tíma, þess vegna getur þetta verið erfið tímasetning en gekk virkilega vel upp hérna hjá þeim og þetta var nákvæmlega opnunin sem að þeir virtust bara ekki vera að finna fyrir en að það kostaði þarna 4 ultimate en eins og þú talaðir í miðjunni þá var þetta þessi virði. Já, af því að Musteri átti einungis 1 og svo var Ender þarna Na, komin í 60%, 60-70% eitthvað svoleiðis. Já, Þannig að það var algjörlega þess virði að nota þessi 4 Já. ult þó að auðvitað hefur vilja að nota einungis 2, já, 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 jafnvel 1 já, en þeir þurftu að komast inn á punkt. Þeir þurftu að eigna sér punktinn og þetta var eina leiðin til þess. já, Þeir voru búin að reyna eiginlega allt annað. Þeir reyndu að fara beinustu leiðin á punkt, þeir reyndu að fara vinstri, það virkar ekki á þessum punkt að fara hægra megin. Það er bara staðreind. Þannig að þeir, það er mögulega eina með sem þeir CPP hefðu- upp á hægrand og eitthvað Já. svona vesen en þeir voru ekki með symmetru þannig að Já. það var ekki möguleiki og Grjóni Góðsök einmitt líka kom þarna, fekk búbluna frá Nast. já, Það var rosalega góð opnun. Já, og það neytti út Ilari-últið í Ilari bætinum á og undan mikilvægast ability frá Kiriko sem heitir Suzu. Suzu, já, sem að reyndar var komið aftur þegar að Graf og artilleri Já, frá en Bastion kom út Suzu en duga bara svo stutt að 3 Já, skot frá Bastion er nóg mikil tími þó þú ítir 3 svarinn Já. skot á takkan og getur sko. já, það, Þannig að velgætt hjá 90 mínútum að já, sigrast á þessu klett sem var fyrir já, fram að þessi Sigma hann er erfiður við að eiga hann er líka svo rosalega sterkur núna. já, Það er eiginlega grátlegt hvað hann er já, sterkur. hvað hann er, já Af því að hann hefur ekki sömu afsökun og vendetta að vera ný hetja. nei, alls ekki, alls ekki Og síðast einmitt þegar við vorum með einhvers konar Overwatch mode þá var Sigma mest spilaði tankina því Já. að hann var langbestur. Svo Já. fór hann reyndar eiginlega bara í ruslatunna. já, hann er svolítið hetja sem að þeir eins og margar aðrar hetjur hjá Blizzard þá hoppar hann á milli þess að vera alveg ótrúlega góður og svo hann virkar bara Circuit Royale. Já, og Circuit Royale er líka bara mappið hans Sigma. Já, hann er bara það var búið til Það fyrir er eiginlega bara, ef þú spilar ekki Sigma á defense þar að segja, á Circuit Royale, þá ertu búin að tapa. það ertu í lagarstöðu. Það er allavega rosalega strempið að ætla að vinna. Já, það er Ef að liðið sem er á móti veit eitthvað hvað það er að gera sem í okkar deildum vita öll hvað það er að gera. Já, algjörlega. Og fáum hann að Súra Vasa mapp sem að með minnir að hafi svolítið verið pikkað af musteri. Það var líka svolítið pikkað bara síðast. Já, Þetta er vinsælasta Flashpoint mappið. já, enda langt besta Flashpoint mappið.
Þannig að Já, það helst oft í hendur já, og þetta eru sem sagt musteri sem fengi að pikka þetta mapp þar sem að þeir töpuðu mappin á undan og sömu leiðis fá þeir þá fyrsta bann. já, fá að banna fyrst. Er það ekki bara Bastion? Og Sigma hinum einn? Sko, miða við framistöðu 90 mínútna núna í síðustu á Samoa, þá myndi ég banna Sariu. Sarian var að virka miklu betur fyrir 90 mínútur sko, heldur en Musteri en Musteri eru þetta með spilar sem geta spila Bastion og endur það vill greinilega spila Sigma hálfpartinn countera Bastion alveg nokkuð vel alveg ágætlega þannig að það er eiginlega ekki ástæða fyrir að banna út Bastion sem slíkan af því að það var Sarian sem að setti meiri partinn upp fyrir 90 mínútur. En við gætum fengið að sjá en það er Lucio aftur, hann fær ekki að spila og svo er það Bastion frá Musteri, þeir horfa á hann sem stærri en ég sammálaði því ég fyrir að pæla í því þessar hérna búblur og gröfin á grjóna og bara liðspila í 90 mínútur yfir höfuð að þá var spurning hvort að þeir ætli bara að reyna aftur í móti Sariu án Bastion. Án Bastion, það er alveg góð pæling en þá ertu komin ég samt er ekki alveg sammálaði. Nei, en Enditat er sterkur Enditat er mjög góður Saria player en miðað við bara á þann þá var það ekki að virka. Nei. En þar voru bæði lið á tímabili með sömu DPS-a. Já. En samt voru 90 mínútur að fá betur út úr í. Já. Og þá er það spurningin, sko, var það þeirra DPS-spilar sem voru að standa sig örlítið verð heldur en DPS-arnir í 90 mínútum eða var það Sarian sem gerði DPS-unum sínum kleift að standa sig betur með boblum og öðrum af því að Vendetta er ef hún spilast svona eins og við sáum hjá Grjóna góðsögnaðan hann fór svolítið langt inn og mögulega án þess að tala við Sarianu sína hann fikk ekki bobluna og hann bara fjall hann var bara langfyrstur að falla og þá eru þeir undir til að byrja með 4-5 Já, algjörlega. Og það var þeim svolítið að falli eða átti að vera það. Já. En þeir einhvern veginn krössuðu sig áfram. Og eins og þið sjáum þá erum við komin inn í Súrafassa. Já. Og eins og við sögum áðan að þá er þetta flashpoint og það virkar eiginlega bara eins og control nema þú verð ekki pása á milli ránda. Já, og punkturinn það er fyrstur upp í 3. Já, fyrstur upp í 3 og það er allt mismunandi 5 mismunandi punktar og í staðinn fyrir að þú sért 70 sekundur að ná punktinum eins og í control þá er punkturinn 40 eða 45 sekundur að fara úr 0 í 100 eða var það 90 sekundur og 70 sekundur ég held að það sé líklegra 90 sekundur á control og 70 sekundur á flashpoint sem er samt sko þegar að hérna það er grátlega lítill tími þegar að respawn timerinn er 10 sekundur og þú ert eitthvað svipað að koma þér aftur inn á punkt í talanum í overtime þegar respawnið er 14-15 sekundur og svo þarf það að koma þér inn á punkt þá eru þessar sekundur alveg virkilega fljótar að líða og sjáum það með 90 mínútur vilja hafa zoomies á Juno Musteri ætla ekki eru komin í aðeins öðruvísi komp Steppi þetta komin yfir á hans og núna í staðinn fyrir og tekur út extralega í byrjun þetta ætti að þýða punktinn fyrir Musteri 90 mínútur segi ég, ef allt er eðlilegt hérna sem var líka snella er virkilega lár það er verið að fylgja honum eftir færendur hérna help pack endur þetta fyrir af punktinum þeir eru samt næstum því komni meðan Musteri Steppi tekur út snella núna Hælóninn niður Nastrendar í vandastattu núna inn í Sigma er með búblu, er með zoomies endur þetta orðin lár liðið fylgir eftir með honum zoomies með virkilega góða 2 þarna Sáum líka Grjóni góðsögn með stóð þarna inn í þeim að gera virkilega mikinn skada á þessari hetju. Það var virkilega vel gert að þeir einangruðu það. Algjörlega. Og Steppi þarna einmitt með flott pikk í byrjun á eftirlega og opnar þetta hérna með góðu headshoti. Erfitt fyrir að ætla að koma tilbaka úr því. Já, það er það. Nota rockin að snemma. Grjónir hann virkilega lág, fær hérna búbluna frá honum, ætti ekki að ná að lifa þetta af eða hvað, Nall fer bara niður til þess að hjálpa liðsfélaginu sínum og ferður fyrir að spyrja hvað þetta hefur verið mistök hérna, þetta koma 2
2 kill back to back hérna fyrir Musteri sem reyndar missa Stu en það ætti ekki að skipta neinu máli þetta þar sem að það eru engin út í boði eða hvað Steppi segir nei, Steppi segir ég á punktinn, þetta er punkturinn minn en þetta er að reyna svarunum þarna þeir þurfa að ná að taka út Magnús fyrst Sumis er að taka virkilega mikinn skada þarna sjá hvað sterkur Susu komið út þarna núna hjá Magnúsi sem er að reyna að halda lífi sjáum að Sarian er aftur komin og 90 mínútur eru bara að vera komnir í 90% og það Fellur Steppi loksins Magnús og Stúr eru báðir í vandastattir Vendetta er komin inn í þá tekur út einn, Nast tekur út Endertall og þetta ætti að vera punktur hérna núna fyrir 90 mínútur virkilega vel gert Nast með clean-upið fyrir 90 mínútur og þeir eru hvergi nærri hættir þeir ætla að refsa extralega og þetta gæti verið mikilvægt kill þar sem að það er ekki speedboost í boði hjá Musteri sem að er í boði hjá 90 mín þannig að þeir verða alltaf komin inn á punktin á undan og Já, flott fyrir að ná ekstra legu hann í lokin að það bara hægir ennþá meira á Musteri. Já, og gefur þeim í raun og veru næstum því kappið. Já, hér bil. Snella skiptir yfir á Cassidy, ég held að það sé algjörlega rétt hérna fyrir bara gegn Grjóna og í raun og veru Sumi sömu leiðis. Steppi kemur með snembúin drega, ætla ekki að kombóa með grafinu. Grjóni kemur út með ultimate sitt núna, fellur fyrir extralega og vel gert. Þetta er ágætast opnið hérna núna fyrir Musteri, fylgir því eftir með Bob. Titan notar ultimate, extralega Bob reyndar fyrir út á punktinum. 90 mínútur ná fyrsta kampinu og núna þurfa Musteri að gott graf þarna hjá Nast núna eru einhverjir inn í þessu en Kitsune-rössið frá Magnúsi er að gera svo ótrúlega mikið fyrir Musteri sem ná að snúa þessu við fyrir rest gefa þarna einhver rétt rúm 20%. 30%. 30 meira segja af því að þetta er svo ótrúlega fljótt að telja. Tekar rosalega hratt. Óhefilegt fyrir 90 mínútur hérna Grjóni góðsvögn að falla líka í últinu. Nast finnur reyndar ágætt graf, tveir inn í því en þeir ná bara ekki að fella það. Kitsune-rössið og Susuið sömulegis náðu að halda þeim á lífi inn í grafinu. Virkilega vel gert. Sumi svo eina sem er nálagt úti hjá 90 mínútum. Dúfur og Snella Endertall allir með ultimate ætti að vera þægilegur punktur hérna núna fyrir Musteri. Ef þeir spila þetta rétt kemur út ultimate nær Grjóna inn í það, held að hafi engin annar verið en það gæti hreinlega bara verið nóg hérna fyrir Musteri núna sem ætti að fylgjast eftir Titan virkilega lár, ætti að deyja hérna fær híli frá Sumis. Kemur svolítið skaði inn á Musteri núna sem er að ná að híla það upp eða hvað Magnús virkilega lár. Sumis er með ultimate núna, spurning hvort að hún fara ít á Q og segja let's go eða bakka þér út núna fyrst þeir mistu Titan. Nei, er svarið við því. Þeir fara hérna inn núna, Snella ég tekir út strax og hann ítir á Q þarna í hænúninu og Sumis með virkilega gott mistæls þarna inn í ultimatinu, fekk damage boostið og sjáum hvað Nast er að nýta damage boostið sömu leiðis og þetta átti að vera auðveldari fight fyrir Musteri. Já, Musteri voru með alla möguleikana fyrir hendi sér en náðu bara ekki að koma þeim fram. En þarna sést svolítið hvað munurinn á offensive og defensive support ultimate orbitalreið heldur þér á lífi og gefur damage boost á meðan að ultimate hjá Illari er í raun og veru eingöngu sóknar sinnað. Er eingöngu skaði. Það er eingöngu skaði og svo er nefnilega 90 mínútur líka með mújagnosti. Já, sem er alveg að detta upp og þeir eru með Graf Dragon núna, ná þremur inn í það. Virkilega vel gert, þurftur þetta mögulega ekki á Dragon þarna að halda þar sem að Grjóni var bara með þetta en engin þessar teknir þegar í svona leikjum er komið og extralega og enn og aftur tekin út seint heldur reyndar að hann hafi, þetta er spawn megin hjá 90 mínútur þannig ég held einfallega að hann hafi bara verið síðastur eftir á lífi og ekki mikið kannski sem hann gæti gert í þessu. Hafi ætlað að setja upp í eitthvað stórt flank hérna og varð þá bara skilin eftir. Já, örlítið of seint kannski, fæti búið þegar áður hann náði að setja sig upp. Sjáum að Grjóni með ultimate núna vil ég fá að sjá minnstakosti 2 hérna kemur út. Kitsune frá Magnúsi, Nast er hann virkilega lár, Titan heldur hann upp á lífi og það koma 2 þarna. Þetta er orðið jafn núna þegar að Nast tekur út Magnús, þá er þetta eingöngu Endertall og extralega á móti full charge Sariu með 2 supporta, ég veit ekki alveg hvað þú ætlar að gera í því. Það er lítið sem ekkert.
ná aðeins að hæja á kappinu á punktinum en fær mögulega hérna gott spón með ekstralegu endur þetta og hann hefði dáið miklu setna, já, þannig að þeir komast örlítið hraðar inn. En núna er Sumis aftur með þetta ultimate og það er Bob og Fluxi getur þetta tekið út Juno til svolítið vel. Kemur út snemma hérna áður en Sumis er komið mútið. Spurning hvort þeir geti bara gripið á í bólunni hérna aðeins þegar Nast tekur út snella virkilega snemma. Hann er svo oft að opna þessa fæta á góðum pikkum. Nast virkilega velgert, báðir þarna mjög lágir meðlimir og Bob fylgir eftir, virkilega velgert. Eru að ná að snúa þessu við núna eða hvað? Já er svarið, Nast er 1 eftir og þetta var bara callið að deyja á punkt. Sumis notaði þarna ultimate, kom ekki mikið út úr því, virkilega flottur fætarna hjá Mystery, kosti á 2 ultimate, vel þess virði gegn einu sterkasta ultimatinu frá 90 mínútur. Já, Fluxið mitt var notað og hann er strax komin í 40% Já. í næsta, þannig að það var vel þess virði. Nast kominn reyndar með Graviton, Surgeon og Steppi ekki. Grjóni fyrir inn á snellu og bara getur hann hérna með speedboostið sýndist mér frá Sumis. Nýtti það þarna virkilega vel. Endur þetta mjög lágur, Stúfur og Magnús eru búin að taka skadastömmu leiðir. Spurning hvort það fylgir því ekki bara eftir hérna einmitt og tekur út Magnús fyrir á næsta target. Stúfur fellur fyrir Steppa og þá er Endur þetta hérna 1 eftir. Tekur út Grjóna en það ætti bara ekki neinu máli að skipta eða hvað, tekur út Steppa líka en Sumis. Það er ekki hægt að, sko, skaðinn sem þetta lið hefur, þó svo að báðir DPS-arnir falla, er rosalegur þegar þú ert með Juno, Wujang og Sariu sem er bara perma 80+. Wujang náttúrulega einn og sér, gerir bara skaða á við DPS. Algjörlega, og nú er búið að bæta við meiri sig að Juno þetta getur headshot að hún þarf ekki perki lengur. Já. Og það gerir hann bara hreinlega hættulega og kemur út snett Gravitas sem að kemur í veg fyrir þið komist á punktinn. Og 90 mínútur eru 2-0 yfir, sýndist nú öllu að þetta hefði verið frekar einfaldur Grav Dragon fætt þarna enga síður og Steppi með play of the game. Er þetta drekinn þar sem að Grjóni stál öllu? Nei, þetta er einfallega bara gamla góða klikkahausa. Nær hérna einum, nær hérna 2, nær 3. Þetta var þegar að ég hélt að Mystery væri að fara að snúa þessu við. Já. Og þegar þú þurftir að éta þín eigin orð bara því að Steppi ákvað að nota músina. Já, bara einfallega. hann er í herbygginu hérna fyrir aftan okkur og hann fann fyrir því að ég væri að dáta og bara Já, hann fann neikvæðu straumana sem þú varst að senda hérna út úr stúdíónu. Algjörlega. Og hann hugsaði bara, nei, Óli minn, ekki séns. Glimtust. Já. Og virkilega vel gert hjá honum hérna. Þetta leit ekki vel út. En þarna kemur Hanzo. Hann tók 3. Það er yfir 50% af liðinu. Þarna kemur Hanzo og þú veist, 2 voru one shot, headshot. Já. Þú veist, hvað gerur í því? Bara falla á koma aftur. Bara voða lítið. Já, það er bara, sko, þar sem að Mystery hefði getið gert betur í þeim fight þeir áttuðu sig á því að þeir voru ekki að fara að flippa því, að baka úr út. Já. Hætta við, fara 5 aftur inn næst. Í staðin fyrir að eyða öllum tímanum, öllum prósentunum sem að voru dýrmætt þarna á fyrsta punktinum. Þetta er svolítið mikilvægt nefnilega þegar við erum að tala Flashpoint að þú hefur svo lítinn tíma til að hugsa, þú hefur svo lítinn tíma til að bregðast við og þú þarft að taka ákvarðanir á örsku stundu og þarna emmitt, bara callið, bara full reset, allir í burtu, förum aftur, getur bara muna því að næsti fight verði í overtime eða næsti fight verði í 80%. Já, algjörlega. Sérstaklega á einmitt Flashpoint þar sem það tikkar alveg svakalega hratt. Já. Það er aðeins öðru sem er kontról. Þar getur leiftir taka aðeins lengri fight. Séð svolítið meira bara ef þú nærð mögulega að snúa við. En á Flashpoint hefur bara ekki tíman. Nei, og tíminn vinnur gegn þér á Flashpoint af því að það hefur kannski 70 sekundur. En þarna að sama tíma er ég ekki alveg hrifinn af kompun hjá Mystery. Það sem að þeir eru með hægt komp, þeir eru með Sigma, þeir eru með Kiriko, þeir eru með Larry, þeir eru með AS, þeir eru með Cassidy. Þeir eru heitir sem þurfa að stilla pikkum. Já, þeir eru að býja eftir pikkum, þeir þurfa að stilla upp, þeir þurfa að koma sér fyrir á meðan að akkurat öfugt hinum megin hjá 90 mínútum, þar sem þetta er bara Saria með
speed boost, bara rock and roll, bara áfram gakk, bara, þú veist, my way or the highway, bara, hérna, Ride or die. já, highway to hell, bara AC/DC á fóninum og bara, þú veist, bara keirt. Bara Það er hægri svolítið- fótur í golf. Það er svolítið hugafæri sem þú þarft að hafa á Flashpoint, finnst mér, og þarna kemur mér svolítið á óvart að liðið sem velur Flashpoint er svolítið að missa af, sko, grundvallar leikspilun á þessari kort típu. Já, sem að reyndar týnist aftur svolítið núna þar sem að Munsteri velja Kings Row. Já. Kings Row Mjög gott í defend að setja upp svona. Fyrsta punkt. Já. Eftir fyrsta punkt þetta er þrýr punktar í rauninni. Já. Fyrsti er punktur, svo ídru kerrunni 2 punkta. Já. Að setni punkturinn, fyrsti punkturinn svo ídir kerrunni. Já. Ekki séns að spila Sigma. Það er svolítið erfitt. Það er á móti góðu liði eins og 90 mínútur eru búin að Já. sína að þeir eru núna. Það er ekki séns. Nei. Þeir eru að fara að hlaupa inn í þig. Og Þú hefur ekki plássið á milli hotna Nei. til þess að standa og bíða og vona. Já. Af því að þeir fara bara í gegnum. Já, því miður. Sigma stendur fremst, strákar, þetta er ekkert mál. Ég tek það á móti þeim, ég tek það í mig þegar þeir koma. En svo bara, þú veist, heyrðu býtu, þeir eru konur í gegnum, þeir bara fara í gegnum þig og þú ert ekki búin að snúa við og báðir, þeir eru mögulega bara dánir. Þeir bara hverfa. Já. Að þið eru einfallega ekki með speedboostið. Og 90 mínútur enn og heldur aftur. ennþá áfram að banna Lucio. Já. En núna er það Vendetta. Ég hefði viljað sjá Sarju eða bara Bastion aftur. Já, ég er nefnilega ennþá á því að þessi Sarja það eru komin 2 kort núna. Bastion var á fyrsta. Já. Og það gekk illa. Þeim fannst Bastioninn vera að gera allt fyrir þá. Þannig að þeir taka hann út á Surovasa. Já. Það er Bastion ekki með. Nei. Og þá finnst þeim Vendetta. En á sama tíma þá var Vendetta voða mikið að fylgja eftir skaða og pressu frá Sarjunni. Hún lítur út eins og hún hefur verið að gera helling, en hún var ekkert að gera það mikið. Hverju á Vendetta að fylgja eftir þegar Sarjan er ekki inni? Já, ekki neinu. Ef að Sarjan fer út núna, tala hann ekki á Kings Row. Já. Þar sem að þetta Juno-Sarja kombo er svakalegt hjá 90 mínútum. Rosalegt. Taktu mögulega Juno út? Já, hvernig væri það? Juno, þið viljið spila hægt. Þið viljið bíða og vona. Já, af hverju neyðið þá í að gera það líka. Þeir taka út Lucio, ekkert mál. Takið þið út spítið yfir höfuð. Já, spítið eða leiðandi hlutin í rassinu. Já, en við erum að leiðin inn í Kings Row og það eru 90 mínútur sem byrja á takk. Já. Það sem að þeir fengu að velja það. Það var orðið svolítið hita spjall. Þetta var komið svolítið, já. Aðeins að. En við erum að leiðinni einmitt inn í Kings Row, leiðinni eru örugglega alveg að verða ready. Já. Elsta og virtasta map í Overwatch. Mest spilaða í uppsettu svona spili. Og sérstaklega af okkur í samfélaginu á Íslandi. Já, íslenska samfélaginu alltaf bara elskar Kings Row. Og það hefur eitthvað með það að gera að Evrópa hefur alltaf verið, Evrópumettan hefur alltaf verið röss. Á meðan þú sérð sko einmitt í Asíu og þar er þetta dive. Já, og Bandaríkjunum svolítið líka. Svolítið er Bandaríkjunum svona hoppar svolítið á milli. Þau eru hafa svolítið í Overwatch 2 allavega. Já. Verið í þessu dive eða soft dive eins og með Hazard eða Doomfist. Já. Doomfist er náttúrulega bæði full dive og soft dive. Já. Hann er nefnilega svolítið eiginlega að blanda af Winston og Sigma. Og sjáum þarna að Nasl er á Doomfist. Ég stórefa það. Sjáum það núna jafna koma þeir á móti. Ég er hrifinn af þessu kompi núna hjá Musteri. Þeir eru svolítið að svara speedboostinu og hvað þeir hafa verið að gera í liði 90 mínúna. Þetta er rosalega áhugavert voice line. Og einmitt snella virkilega sterkur Mayplayer sem er eitthvað sem hefði mátt vera fyrr. Það hefðum Surovasa tilvalið mappi að hafa May. Þar er alltaf einhver hurð sem lappar ekki. Það eru fullt af mjón jokes. En einmitt Nasl fer yfir á Sarju og Sleppi á Bastion og Grjóni yfir á Hans og ætla að reyna að ná þarna pikki. Svo nálægt ég að snella núna en Extra Leo fer inn með Bastion. Nasli kominn virkilega djúpt inn þarna núna. Þeir eru svolítið splitt liðsmenn Musteri.
Góð anti-nate þarna á Nast núna sem notaði boblunum til þess að halda Bastionum sínum á lífi. Gott successful sem þá fyrir supportan hans á bakvið. Ágætis hald hérna ennþá hjá Musteri sem eru svolítið bara að halda lífi í þessu hérna núna. Skuldurinn eru lágur hjá Endertat en pressan frá Extralog gerir það verkum að liðsmenn Lítímíta ná ekki að íta inn en einhvern veginn nær steppi út Magnúsi og lélegur vekkur hann hjá Snelle sem að í rauninu veru fellir niður Endertat og þarna kemur þetta bara fyrir þá. Það er alltaf greinlegt að Grjóni Góðsök þarf ekkert að hafa þess að venda eftir. Nei. En get bent ykkur á það að nöfnin á liðunum eru öfug akkurat núna þannig að Musteri er í raun og veru vinstra megin. Já, Musteri eru 90 hægra bláir megin. og 90 mínútur eru rauðir. Bara til þess að hafa það á hreinu. En 90 mínútur mjög vel gert þarna. Mjög vel gert hjá 90 mínútum, opna þetta hérna óheppilegu veggur hjá Snella. Það vita það allir sem hafa spilað með þetta kemur fyrir, er óheppilegt, þetta er leiðilegt en þetta er bara eitthvað sem fylgir því að vera að leita að góðum veggjum og Grjóni Góðsök einhvern veginn nær að sleppa þarna út, kemur út hringurinn frá 90 mínútum, ná skildinum lágum hjá Endertat en fylgja því ekki eftir, rösta ekki inn núna og hérna kemur boblan á steppa, kemur veggurinn sem svar, gott að neyða þarna út vegginn og samanskapi þá nær Endertat bara engan veginn að halda einhvern veginn upp skildinum en tekur út steppa þarna núna og Snella tekur út Nast og þá ætti þetta að vera komið stopp og þeir ná að komast þér fyrir í tjókinu núna þessu vígalega. Þurfa samt að passa sig á Grjóni Góðsögnina þar sem að Hansson er með þetta pick potential. Jú. Eitt headshot getur tekið út allan um að tangin. Og þeir Þeim að eru reynda megi kannski núna. og við erum á leiðinni í eldhúsvaskin lofa ég mér að segja því að bæði lið eru að detta í 5 ultimate. Kemur út Sjatter núna, nær Nast og steppa inn í þetta góð anti-nate sömu leiðis frá Stú sem að nær að gera það báða anti og kemur í veg fyrir að Titan og Súvis ná að híla þá. Eingöngu 2 ult frá Musteri, virkilega vel gert Mjög þarna. vel gert og að sama skapi stærsta ultið ennþá uppi sem er megin. Mei ultið og Juno ultið eru stærstu ultin hjá Musteri. Þess vegna er líka ennþá betra að þið hafið náð svona miklu með Sjatter Bastion ultið. Algjörlega, en samanskapið svo sem þurfa 90 mínútur ekki að eyða neitt og þarna kemur Hansóin. Tekur út af öllu, fylgir því eftir á extralegu og það er allt í einu, er þetta 3 á 5 fyrir 90 mínútur og þá er ekkert sem þú getur gert þarna. Nast tekur út Snella, Endertat er að reyna að bakka. Þetta er nákvæmlega Ætti það sem við vorum að tala mögulega ná því, en þarna sérðu Hansó. Þetta er Þú nákvæmlega mátt þessu ekki tölur. blikka. Eitt headshot, þá þarftu bara að bakka. Og vinna fætið úrslaust Já, bara, og Snella mér þess að nota Blizzard. já, ég tók ekki eins og eftir Nei, því. ekki ég heldur. Mögulega hvort það hafi verið góður hringur þarna frá Súmis sem kom liðsfélögum sínum frá þessum Blizzard. Eða búblur frá Nast. Já, sjáum það kemur örgulega núna út Graf og annarkort Dreki. Þetta kemur út Graf, Dreki eru 3 inni í þessu, geta ekkert í þessu gert og falla. Góður bæt þarna hjá 90 mínútur sem eiga 3 ultimate ennþá. Snella að reyna að stóla er í raun og veru mest að stakkara sjálfa sig meira en eitthvað annað. Hann var óþægilega nálægt í að ná Súmis fyrir 90 mínútur þarna. En hefðu alltaf átt að ná punktinum án nokkur svar frá 90 mínútum þannig að Súmis hefði ekki verið refsað þarna en samaskapi megin stór hættuleg þegar hún fer að nota ræðklikki og fer að dýka. Já, headshotinu megi gera alveg svaðalegan skada. 150 damage, takk fyrir. Já. Kemur út núna, snemmt út frá steppa, ætlar að reyna að neyða þá í eitthvað, neyðir út nanobústið frá Stú. Snella reyndar að koma með Blizzard, var að nota Blizzard, notar annan þarna núna, eingöngu steppi, frosinn inn í þessu, tekinn út hins vegar af Nast hlan Snella. Grjóni tekinn út extralega og þeir eru að ná að jafna þetta út hérna eða hvað. Nast er bara að ganga hamburum á þessari stæri hérna og einmitt bara hunsa Rænardinn. Mér er bara alveg sama þó þú ætlar að vera í baklinum minni. Ég ætla bara að drepa baklinu þín á meðan. Það var svakalega vel gert þarna. Þarna reyndar tekur Snella út Súmis. Hann er stórhættulegur. Hvað er þessi gæi búinn að vera? Á meginni. Akkur erum við að sjá hann fyrst núna? Já, líka 2 Blizzard þetta bara á mínútu eða eitthvað. Hjálpaði honum að fá þarna nanobústið frá Stú. Algjörlega, en samt sem áður. Þá var hann komin í einhver 70% þegar hann fekk nanóið. Hann ætlar mögulega að sjáttur undir payloadið hérna. Já, hann er að leita að því. Kemur út gott, 3 inn í þessu þarna snýnist mér. Kemur út Drekinn til þess að fylgja því eftir næra, klára 2, 3 stúfur.
þú, já, nær ekki mikið að gera þarna. Það ætlaði hann bara að hoppa út af. Já, Magnús, þeir fá ekki eins og að nota þessu ultimate, þeir eru með 3 ultimate musteri. Jú, þeir ná að nota þau hérna reyndar, ekstralegu tekur út Steppa, næst tekur út Magnús sem var inn í orbitarreginu sínu, kemur út stjórnsættir, nær tveimur í þetta, nær Grjóna og næst kemur út Antti til Grjóni fellur, næst einhvern veginn ennþá á lífi þarna reyndar, einhvern veginn ennþá á lífi, Súmis sömuleiðis, Súmis ætla að falla og eftir að Súmis fellur þá ætti Nasl að falla eða hvað, hann er ótrúlegur þessi maður en Titan nær ekki. Titan var þarna með Nasl, þannig að hann fekk ennþá meira fyrir. Þetta voru 0,14. Það munaði engu, bókstaflega. Ef ég, já 0,14 metrar þarna speedboostið frá Magnús komst inn og stúf, fjall fyrir það en dýrmætt var það. Skipti ekki máli. Þeir náðu að stoppa punktinn en sjáum samt hvað 90 minnur búin að fljóta í þessu alltaf leið. Þeir eru ennþá 1,5 mínútu. Fer þarna nanoboostið á Kiriko og mögulega var hann að bjarga honum eða þá kannski var þetta bara Alltaf hitt einhvern annan. Endur þetta líklega hefði komist langt í Shatter með nanoboostið þarna en endur þetta einhvern veginn fellur fyrir Grjóna og núna þurfum allt í einu meðlimi musteri að bakka, þeir eru ekki með tank og Nasl lætur ekki bjóða sig það fyrst og sem þetta tekur virkilega mikinn skaða þarna neyða út ultimate frá Titan. 2 supportar þarna nær einhvern veginn unun inn í þetta, hún var dregin bara frá næsta herbergi inn í þetta. Ótrúlegt enn það og Andri þetta einn eftir á punktinum og þarna voru bara 2 ultimate frá 90 mínútum sem ná að klára þetta en ég hefði verið brjálaður sem þessi annan Ef ég hefði verið stúfur, ég hefði hætt að spila sko. Já. Ég hefði lagt frá mér Hann var inn í spóninu og hann var rifið bara einhverja 30 metra. En svona er þetta. Já, maður fær ekki að stjórna öllu en mér fannst þetta alígilega langvegaleng sko. Já, hann var búinn að spotta þetta og hann var löngu byrjaður að labba. Já. Hann gerði sig fyllilega grein fyrir því að Nasl var með graviton. Já, og hann væri, heyrðu, við erum 2 supportar. Shit, splitt förum í sundur. Já. Og hann hleypur á stað. og komið þess að 15 metrar í brustu. Já. Já, bara aftur tilbaka. Nei, kallið minn. En sjáum enn og aftur þessa Sarju frá Nasl. Já, hún er svakaleg. Hún heldur bara áfram. Já. Gjöfin sem heldur áfram að gefa. Ég meina, eins og fólk segir á enskunni, if it ain't broke, don't fix it. Já, algjörlega. Og það er nákvæmlega það sem Nasl er að gera á þessari Sarju. Já. Það er ekkert að klikka að spila Sarju. Nei. Til hvers að ætla að breyta einhverju? Já, og þeir ætla ekki að banna hana, þannig að nei, þeir greinlega vilja ekki banna hana. Nei, þeir hafa fengið 2 tækifæri til þess. Og en ég gef þeim benefit of the doubt í fyrsta mappinu að hafa ekki vitað af já, að fatta ekki munin algjörlega Bastion eða Sarja. Já, þú veist, þeir tóku út Önu þá. Svo tóku þeir út Bastion á seinna mappinu og Sarjan hélt áfram að gefa. Já. Og þeir taka hann ekki út fyrir Kingston. En það er komin Ramatra núna. Sojourn hjá Snella. Já. Fyrsta skipti sem sjáum hann í kvöld. Gott skotanna hjá Grjóna á Snella. Extralega Snella að taka virkilega mikinn skaða þarna, einhvern veginn tekur úr Steppi, virkilega vel gett þarna hjá Steppa, mögulega bara betra form. En Snella tekur úr Titan og þetta er stærra pick, bæði er þetta defender að falla en þá fellur endur þetta og þá í raun og veru jafnins þetta út. Það er alltaf risastórt þegar að árásinn nær picki, tala nú ekki þegar það er á support af því að þeir eru svo lengi á leiðinni. Miklu lengur heldur en árásinn alltaf. Já, miklu lengur að koma tilbaka. En ennþá er allt bara í játnum. Engin ultimate í boði ennþá. Spurning bara sá sem að fær fyrsta ultimate gæti ráðið því hvernig þessi fight fer hérna núna. Nasl og Grjóni taka virkilega mikinn skaða. Endur það bara er að eigna sér plásið. Þarf ekki eins og að nota Nemesis form þegar allt í einu fyrst Steppi bara í baklínuna og fær svo kúpluna. Nær ekki að halda lífið þarna, nærði næstu þá tekur Titan út Esterleo og allt í einu er þetta reyndar jafn núna, 3 á 3. Hvað gerir Nasl? Nasl er virkilega lágur, hann ætti ekki að ná að lifa þetta af. Ramatra nær að restunum, Snella sömuleiðis. Og Grjóni með 2, deyr fyrir endurtakt, Súmis kemst einhvern veginn inn á punktinn hérna. Fellur hins vegar fyrir rest, spurning hvort að 90 mínútur fari inn á punktinn eða stilli upp á næsta hot. Upp á næsta hot bara, ekki einu sinni við hliðið held ég. Nei,
Gætu Rammin Nei. er betri við hlýðið heldur en Já. Sarjan. En En Nastl er á leiðinni inn, hann ætlar að halda þessu framalega. Spurning hvort hann hafi séð eitthvað þetta, hvort að meðlimir Musteri hafi einfallega ekki verið að fylgja eftir endur það sem þarf að nota Nemesis-vorn snella fellu fyrir Grjóna góðstök. Kemur út ultimate núna frá Grjóna, ætla ekki að kombóa með Erut Bastion. Þetta er ekki staður sem þú vilt vera á gegn Sari og Hanzo. Nanoram grafaður. Solo grafaður, það er nær reyndar næstum því Steppa, nær Grjóna þarna, Steppa líka mögulega eða hvað, Titan að reyna að halda með lífið, góður sköldur þarna núna. Hann er aldrei að fara að deyja en á sama tíma þá fær Nast enga aðstoð frá supportunum sem allir voru að horfa á Steppa. Vel gert þetta núna, snella fellur reyndar fyrir Sumi, Steppi tekinn út af Endertad. Spurning hvort liðið telur sig vera betur sett hérna, sýnist Endertad var tekinn út af Steppa. Sýnist 90 mínútur ætla bara að bíða aðeins. Leifa peilotun að fara að næsta hotni. Bæði lið með Juno ult, bæði lið með Bastion ult, en svo eiga 90 mínútur inni í Wujang ultin. Sem að gæti bjarga Sariunni ef að illa fer. Kemur út ultimate núna hérna frá Steppa, ætti að ná út Magnúsi, nei gerir það ekki. Kemur út, koma bæði support ultimatein frá 90 mínútum. Endertad er tekinn út, Nast tekur út Magnús, virkilega vel gert þarna að nýta þetta út mjög vel. Og ná að stoppa peloti á góðum stað. Slípar þarna hefur ekki mikið að segja. Stúfur að hitta þessum slípum, það er virkilega mikilvægt. En núna er komið upp Orbital Ray og Nano frá Musteri og yngöngu Nastl og þeir bara segja go. Magnús kemur snemma út útmyndið, setur það, Stúfur setur það svo Nano að Magnús þarna. Af einhver ástæðu, snella tekur út Steppa, eru 5 á 4. Grafinn nær engu frá Nast, snella virkilega lágur á punktinum, er einhvern veginn að ná að halda sér á lífið þarna, er næstum hún að fella Grjóna sem er komið með annan drega. Kastar honum mögulega á punktinn núna þegar fer að nálgast. Fer að verða svolítið erfitt núna fyrir 90 mínútur, þeir eru svolítið illa uppsettir hérna fyrir þetta og er bara raun og erfitt að komast inn á punktinn og Nast fyrir inn á punktinn og síðustu dundi kemur út fyrir dregi hérna, gerir þá lága. Taka 1 á móti 1 og þá kemur út ultimatið frá honum Endertad. Þeir koma úr öllum áttum en Endertad og Stúfur eru einir eftir á punktinum en það skiptir bara engu máli. Það Rammus er bara hreinlega svaðalega sterk. Algjörlega. Og Endertad að standa sig virkilega vel hérna á þessum Ramatra. Já. Við höfum nú ekki séð mikið Ramatra frá honum. Nei. Ekki séð mann eftir allavega. Alls ekki, meiri Orisa-player. Já, þannig að virkilega vel gert hérna. Já. Halda áfram að reyna að skipta, reyna að breyta þegar ekki vel gengur sem að virkilega vel gert að Musteri að finna einhverja lausnir en það kemur út frá bæði Steppa og Ektarlega og snella tekur út Titan Endertad en Steppi tekur einhvern veginn út 2 með ultinu og þetta er jafn nema það að 90 mínútur eru ekki með neitt support lifandi en þá fettir bara Steppi Endertad og þeir þurfa að bakka Musteri enga skýður. Steppi einfallega bara held áfram. Já, fylgdi eftir þessu úrslimiti sínu með hann vissi að Stari hann væri með sér þannig að hann fengi búblu ef hann væri lágur. Já. Og svo einhvern tímann setna og síðan meir kæmi hílinn. Þetta gæti orðið erfiður fættirna núna fyrir 90 mínútur þar sem að bæði support út plus overclocki eru að koma upp en sjást hversu mikinn skaða endur það þarf að taka til þess að koma sér í ágæta stöði hérna. Og þá kemur út Sumis með ultimate á undan Ektarlega og fellur fyrir henni. Snella ætti að falla sömu leiðist, vel gert þarna að ná báðum DPS-unum út fyrir einhverju 1 ultimate og ná að byggja upp ultimate á bakinu á því. Endertad kemur að því veg fyrir að verði fleiri stakkar. Snella kemur út með ultimate, Steppir nær tveimur með sömu og Grjóni líka á Magnús. Og þetta var Nano og Overclock. Og þeir fá ekkert fyrir það. Þetta kostaði 90 mínútur ekki neitt. Wow, þetta var rosalegt. Bara einfallega tímasetning. Bara check NPC. Titan tekur hérna út Snella bara inn í spawn. Þetta var bara við sáum þetta ekki eins og gera. En kaupir bara endalausan tíma. Þeir eru strax búin að krafsa af þeim hérna mínútu.
Rúmlega. Endurtætt virkilega lágur. Endurtætt er bara að fara að falla hérna eða hvað? Nei, einhvern veginn nær að halda að lífi. Þetta Hans og Bastion dæmi er að gera rosalega skada. Snella skiptir einmitt yfir í Hans og ekstralega tekur út Grjóna, eru í yfirtölu hérna núna Musteri, fylgja því eftir með Orbital Ray. Nast tekur það út, þú einhvern veginn. Nast var bara inn í Musteri. Snella með 2 á Hansó, vel gert. Ná þarna, Titan er bara að Ég skil ekki alveg hvernig þetta gerðist bara. Nast var bara allir komin í spáni hjá Musteri. Já, allir liðsfélagarins voru samt svo vel staðsettir á bakvið bara. Já, bara á vennilegum stað. Já. Svo að Nast bara allir komin einhvern veginn lengst inn fyrir. Kemur út snemt út hérna frá Extra Leo. Allar að reyna að refsa einhverjum, nær engu með þessu. Sjáum það 90 mínútur eru með 4 að verða 5 ultimate. Kemur út Grafi núna. Graf Dragon, ná þeir einhverju. Já, þeir ná einum en Extra Leo tekur út 2 hins vegar á sama tíma og núna er þetta endurtætt á Snella gegn eingöngu Nast. Liðans Nast fljótar að koma tilbaka. Já, en þetta er bara svo ótrúlega mikill skaði þegar þú ert með þessa 2. Sumis tekur út Snella, Sumis og endurtætt eingöngu eftir fellur hérna og það er Steppi og Sumis eru með ultimate, þeir ná ekki einu sinni touchi og 3-0 er niðurstaða. 90 mínútur fara með sigur af Hólmi í dag. Virkilega vel spila. Vel að þessu komin. Kings Row var bara allt í játnum. Já. Það mátti engum mun á Musteri þegar það með sigur á þessu og þetta held ég að hafi verið trompið sem að Musteri átti upp í erminni ef illa gengi. Það var Ramatran? Nei, Kings Row. Kings Row bara? Já. Ég held líka að Ramatra pickið hafi bara verið málið. Já, eftir að hyggja. Já. Þá var þetta liða við þetta. Og ég stend enda við það að þeir áttu að taka út Saríuna. Já, já. En það er náttúrulega alltaf, eins og maður segir, það er alltaf gott að vera vitur eftir. Já, já, og við vitum ekkert hvaða ástæður þeir höfðu fyrir því að taka hann ekki út. Sem að voru mögulega bara mjög góðar ástæður. Já, við bara tölum út í loftið, skiljur. Já, algjörlega. Oft höfum við ekkert á bak við okkur. Nei, við segjum það sem okkur finnst. En já, við bara búum til einhverja góða sögu. Já. Af því að góð saga aldrei að gjalda sannleikans. Aldrei. Nei. Aldrei. En virkilega vel gert hjá 90 mínútum hér í dag. Já, byrjaði þetta vel. Fyrsti leikur 3-0 en deildirnar okkar eru tvöfaldar round robin og 4 lið í deild, þannig að þetta eru 6 leikir á lið, þannig að Musteri þurfa ekki miklu að gjalda þess að kannski vera ekki alveg nógu vel undirbúinir fyrir hennar fyrsta leik. Nei, bara taka þetta í reynslubankan og undirbúa sér betur fyrir næstkomandi leik. Algjörlega, bara, já, áfram gakk. Það er bara þannig. Já, við ætlum þá að fara í örstutta pásu og fáum mögulega viðtöl við liðin að henni lokinni, ekki fara langt.
verið velkomin aftur. Ég er hérna komið með liðsmann 90 mínútur í viðtal til mín. Þetta er hann Stebbi, verður velkomin. Takk. Þetta var fyrsti leikur tímabilsins. Þetta var, bust á 2 af 3 möppum. Já, við vorum ekki að búast við þessu sko, við heldum við myndum tapa þessa leik. Ég var búinn að spá því fyrir leikinn að þetta færi 3-2, en ég gat ekki valið hvoru liðinu. Ég átti að gefa þetta örlítið ekstra, en þetta var ekkert örlítið ekstra. Nei, þetta var ójafnar allir við heldum sko. Já, var það ekki. En þú veist, þetta var alveg erfið leikur skilur? Já, algjörlega, þið lítið hver alveg finna fyrir því og það sást alveg í þessum leik. Aðalega á Kings Row sosum. Já. Ramminn var svolítið erfiðari að drepa heldur en margir aðrir tankar. Hann lifir af allan anskotan. Já, það er rétt sko. Ég fann fyrir því, dreit á hann í sendri í hálftíma. Og bara gerist ekki nokkuð skapa. Algjörlega, en var þetta, þið þurftuð ekki að fara í plan B, C, D, var þetta bara plan A? Þetta var plan A, en ég meina, við bara adaptum við það sem að hinni spila sko. Já, algjörlega. Við erum ekkert búin að æfa, við tókum 1 kompleik fyrir þetta núna áður en við byrjum og svo that's it sko. Já, ég skil, það er solid undirbúningur í þessu öllu. Þess vegna þetta er 90 mínútur sko. Já, kom ykkur jafn mikið á óvart og okkur hérna í stúdíónu að Sarja væri ekkert bönn? Já, við vorum allan tíma bara, það eru bara banna Sarju. Já. Og svo bara, okkur ekki að banna Sarju, hvað er gangið? Ok, það er ekki bara við sem sagt. En Lucio banni, það var alveg fyrir fram ákveðið. Já, bara fyrir leikinn, þá voru bara banna Lucio, kannski þið. Já. Við vorum líklega ekki að fara að spila Lucio, þannig að... Nei, einmitt. Og með Juno speedpostið þá betur að hafa ekkert Lucio speedpost á móti. Já, algjörlega, og einmitt stúfur í hinu liðinu er auðvitað bara, virkilega sterkur Lucio spilari. Nákvæmlega. Svo þess vegna vorum við mjög hissað þegar við bönnum Lucio og þeir bönnuðu Önu sem er svona mest spilið hjá vonustúi. Já, algjörlega. En ég meina, þeir heldu sínum supportum allan tíman, þannig að... Já, þeir... Fengum til í síðasta í Kings Row, það fóru þeir. Já, þá breyttu þessu aðeins. Já, en, já, bara... Já, virkilega vel gert hjá ykkur og flottur fyrsti leikur hjá 9 liði sem eru allt samansettu af einstaklingum sem hafa verið í deildinni áður. Já. Hvenær kom þetta til? Var þetta bara, hei, ef ekki bara taka þátt og bara svona? Ég ætlaði ekkert að taka þátt þetta season, en hann Danni Nasl er góð vinn minn og hann sendi á mig bara hvort ég vil ekki keppa og ég var ég veit það ekki alveg, en svo bara svo þess vegna kom þetta 90 mínútur dæmi af því að ég var ég er ekki fara að æfa og eitthvað út og þá var bara, við keppum bara og höfum gáðan og þess vegna 90 mín solid, það þarf ekki að gefa meiri tíma. Nákvæmlega, 90 mínútur viku Já, annar hvora viku, það er ekki leikur vikulega hjá okkur núna þetta tímabilið, þannig að ennþá betra. Já, bara allir frítíminn. Yes, en þá er ég með hérna eina ótengda spurningu Overwatch. Hvað er go-to gamer mönns eða og drykkur? Þú veist, þegar þú ert í rosalegu sessjóni og þú þarft eitthvað að drekka og eitthvað nasla á. Það verður að vera Red Bull fyrir mig að drekka. Solid. Alltaf. Eða Coke, skilur við. Ef við erum hardcore sessi þá verður Red Bull, sko. Ég veit ekki með nasl, sko. Ég er ekki mikill naslar við tölvuna nema bara, þú veist, áður en ég byrja þá klára ég bara allt og svo er ég bara búinn. Já, ekkert að vera að skýta út, fitt kámuga út lyklaborðið músuna og svona. Eða þú veist, jú, í byrjun, ég kláraði allt í byrjun, bara skýta allt út og svo er ég bara þurrska þetta með svitar mínu. Ok, það er solid. Nei, ég veit ekki, ég gerði það rosalega mikið að borða við töluna en ég bara gerði það minna núna. Ég skil. Er kannski minna í þessum mönns og meira bara að fá þér að borða? Já. Fá þér að einhvern mat? Já. Nei, ok. Mönns ég bara meira eftir ég búinn að spila. Já. Ég til dæmis hef ekki athygli til þess. Ég get ekki verið að mönns á meðan ég er að spila. Það bara virkar ekki þannig. Já.
Ég drekk alltaf. Já, það er mjög mikilvægt maður er að spila að vera með eitthvað gott að drekka. Hydration, það er rosa gott hydration í Red Bull, sko. Það eru færri betri heldur en Red Bull í því. En þá ætla ég að þakka Steppa kærlega fyrir þetta viðtal og til hamingju með, Engin MVPs? Engin MVPs? Nei, við Það er hægt. Nei, það er ekki hægt. MVPs, báðum liðum. Mér langar að MVP my goat, sko. En sjátt á þetta alla í liðinu, skiljið. Já. Það voru allir að standa sig ógeðslega vel. Grjóni á Vendetta. Já, hann var... Nýbyrjar að spila hana, sko. Ok. Svo var bara bönnið og bara holy shit, það er going crazy. Og Elvar líka nýbyrjar að spila Wuyang, Shannon, Sumi, alltaf crazy á öllu, skiljið. Það skiptir ekki máli hvað hann spilar. En Danni Nastl verður að vera MVP, sko. Já. Hann er algjör líder og call out plays. Ég þurfti ekki að gera, ég þurfti bara að slaka heilanum að skjóta, skilur, hann segði mér bara hvað ég átt að gera. Það er heilegt. Og Jón, Grjóna, sko. Já. Við vorum bara að skjóta. Bara leir í höndum Danna í raun og veru, bara. Danni bara stjórnar og söllu. Yes, en hinum megin þá? Hinum megin, sko, þú veist, þeir voru allir góðir, en ég verð að gefa honum. Manst ekki hverjir eru í liðinu? Jú, ég man allir með liðinu, sko. Ok. Magnús á support? Já. Ok, solid. Hann standa sig vel allan tíman. Já. Átti engin svona léli moment eða neitt. Nei, Kirikóin. Já, bara nano Kiri hérna í lokin. Já, við vorum ekki alveg vissir með það, hvort það hefði verið svona joink moment. Það var alveg play, skilur, en ég held, við vorum búast því að hann hafi sviftað fyrir framann. Já, það hlýtur alveg að vera að þetta hefði átt að vera RAM, en... Já, við byggumstu því. Já, en ég meina hann nanobústaði líka Juno samt hans stúfur, þannig að það er aldrei að vita. Kannski átti Magnús bara að fá þetta. Já, getur alveg. Draf mig held ég strax í því, þannig að... Já, ok. Já, nákvæmlega. Það virkaði þannig, en... Já, það kom eitthvað út úr því. Já. En já, Magnús MVP, þar hafið þið það. Og þá erum við á leiðinni í örstutta pásu áður en að við förum í svo úrvalsdeildarleik á móti þar sem Dusty og Sveittir eru að spennandi leikur spila. Jó, Dusty og Sveittir, þetta er allt í bókinni hérna hjá mér. Komum aftur klukkan 8, þannig að bara ná ykkur í eitthvað smá, fara á klósettið og bara sjáumst þá.
the season, 'cause I've kept our sky gray. You put your life on hold and I said you had a heart of gold, and that is always how it's gonna be, 'cause you did it all for me. Yeah, you did. Verið velkomin aftur í þessa fyrstu útsendingu almenna bikarsins í Overwatch. Það sem við erum að leiða núna í úrvalsdeildina, sjálfa fyrsti leikur í úrvalsdeildinni, og það er, eins og kannski einhverju sjá hérna upp á skjánum, nei, við erum í annarri myndavel, en það er Dusty gegn Sveittum. Já, og tvö gríðarlega sterk lið. Dusty náttúrulega voru deildarmeistarar Síðast og þar á undan, og þar á undan. með nákvæmlega þetta sama lið og þeir stilla upp núna. Þannig að það er ekkert lamb að leika sig við. Nei, En Sveittir eiga góðan sensinn í kvöld. Sveittir eru virkilega vel sett saman lið, og bara ef við rennum aðeins yfir þetta, þá er Dusty, eins og þeir sem að fylgdust með, þá er Elo á tank, Orion og Gunnar á DPS, svo erum við með Georg og Egil Ara á support. Bara standard. getur ekkert sagt, það er lítið við þetta bæta. Já, Þeir eru bara þetta er bara liðið. í him, Já. þú veist, hann er hann, þú veist, þeir eru him. Þannig komum Já. þetta. En Sveittir þá er Viki tank, Aron DPS, CMD support, Númling support, Krissi og Milkboy eru skráðir flex. Já, Og þarna eru við með sko CMD, fyrirverandi þjálfara Dusty, og alveg leyfi ég mér að segja ágætis þáttur í árangri Dusty. Hann svona svolítið algjörlega. 5 bara sturlaði spilarar, og hann þjappaði þeim og bjóð til Hann bjóð til lið Þú úr veist. 5 góðum einstaklingum. Já. Og og hann svo að sama skapi er Aron, Atgeri, Númling, Böðull og hérna var Þórsari, Já, Krissi, Atgeri, Milkboy, Atgeri og Þórsari. já, þannig að þeir Sömuleiðis. hafa verið að spila svolítið Þetta saman, flestir þeirra. Og þarna erum við með, til dæmis eru Krissi og Milkboy eru fyrirverandi Íslandsmeistarar með Atgerum. Já. Þegar þeir eru mitt unnu nú, sem er raun og veru þetta Dusty lið. Já. Fyrir 3 tímabönnum síðan. Já. En í þeirri viðureign var mjög lítið sem átti upp á hlaupa, sko. Reverse sweep hjá Já, Atgerum. það mátti nú. engu muna nefnilega. Nei. En já, ég veit ekki nákvæmlega hverju maður ætti að búast við, sko, spilanarlega séð frá Nei, þessum liðum. sko, einmitt, það eru þarna 4 leikmenn sem eru á ról, með ról. Já. Svo eru þarna 2 flex, og síðast ég vissi að þá var Krissi slasaður Já, og var að spila á controller allavega í síðasta Marvel Rivals móti. stóð sér þar eins og Bara það tók enginn eftir því að hann væri á controller á kísunni, þannig að Jú, út af einni ástæð. já, út af Í höndinni. Marvel þá Já. gastu séð það í killcam eða Já. replay að þá voru takkarnir fyrir Já, controller, alveg rétt. ekki lyklaborð. Já. Það var eina ástæðan fyrir að fólk vissi þetta, annars Já. hefur aldrei tekið eftir því, Nei, af því hann spilaði alveg jafn vel. já, það er svona spurning með hann, kannski er hann orðin betri, kannski er hann bara orðin bara ruglgóður á controller í Overwatch. Já, Bara, þú veist, maður veit aldrei. ég myndi ekki veðja gegn honum þegar Nei. kemur hann einu, bara aldrei. Það er aldrei hægt að Aldrei nota, veðja gegn Krissa. Nei, Bara, ég hef kynst því að fylgjast með Overwatch í Íslandi að þú veður ekkert, bara þú veðjar ekki gegn Krissa. þú hefur líka bara kynst í að spila á móti. Já, fyrir það er ekkert mjög gaman. Nei, það bara er hægra samt að gert. Já, og svo náttúrulega Milkboy sem er að gera garðin frægan í Marvel Rivals, auðvitað, ég veit ekki hvort hann kallist atvinnumæður eða semi-pro. Já, en þá Auðvitað er var samt að fá borgað spurningin þarna. líka hvort hann hafi verið að spila Overwatch. Ég held að þetta séu allt gæjar sem ætla svolítið bara að mæta í lobby og Þú veist, þetta er allt gæðir sem geta bara Já. mætti lobby, kastaði upp einhverju og það Já. virkar. algjörlega. Þeir láta það virka, en það setur samt styrk í reikninginu á móti liði eins og Dusty Já, að ætla samt að gera það þannig en ekki stilla ykkur upp fyrirfram, að því að miða við blöðin upplýsingarnar, já,
Það er Dusty sterkasta liðið í deildinni. Algjörlega, 100%. En á sama, sko, er ekki bara haukur í hotni CMD? Veit hann ekki bara alla veikleika hjá? Það nefnilega það sem maður setur svolítið... Það þekkir enginn þetta Dusty lið betur heldur en hann. Ekki einu sinni þeir. Nei, hann nefnilega hefur þetta að geta sett fyrir það fótinn. Já. En... Og það verður gaman að sjá hvort það takist hjá þeim. En svo komum við inn á það núna að bannkerfið örlítið öðruvísi í úrvalsdeildinni og þú ætlar að útskýra fyrir mig núna hver sá munur? Já, bannkerfið í raun og veru eins, nema að það bara ein svona regla sem að bætist við í úrvalsdeildinni og hún svo að núna til dæmis eru að spila Samoa. Ef að annað liðið bannar Dífu og hitt Ram, að þá í næsta mappi sem kemur þar á eftir mega þau ekki banna Dífu eða Ram. Hvorugt liðið? Já. Þó að ég banni Dífu, að þá má hitt lið ekki banna Dífu svo næsta. Nei. Ef að ég og þú verðum að banna og þú banna Dífu og ég Ram, þá í næsta mappi megu ekki svissa þið bara. Hvorugur okkar, já. Nei. Ok. Þannig að það verða að vera nýjar hetjur en svo mappi þar og eftir þá máttu aftur banna Dífu og Ram. Já, en þá einmitt hetjurnar úr mappin sem var á undan alltaf, já. Alltaf bönnin úr mappinu á undan. Já. Að þær eru stikkfrí í eitt mapp. Í eitt mapp, já. Og auðvitað þetta seeded að Dusty eru hærra seed og þeir fá fyrsta bann. Já, þeir byrja að banna. Og svo það loser. Loser fær að velja mapp og bann. En fyrsta bann. En liðin ætti þá bara að fara að vera ready. Og við förum að koma okkur inn. Það verður gaman að sjá. Ég meina það svolítið erfitt að reikna með þessu sveikta liði. Hver hvar? Af því að þeir eru bara 4 með ról. Svo eru 2 flex. Já, og ég veit það að Númling og CMD að fara support ef allt eðlilegt. Og Aron auðvitað að fara DPS. Og Viki að fara Doomfist. Já, en það var samt lítið fugl sem að sagði einhvers staðar, ef það var ekki bara hann sjálfur, að hann væri farin að spila meira heldur en bara Doomfist. Já! Þannig að hann ekki one trick, heldur 2 trick. Ok, já, ég meina... En ég man ekki nákvæmlega akkurat núna hvaða hetja það var í viðbót. Nei, ég skil þig. Doomfist, já, Wrecking Ball, hamsturinn sjálfur. Hamsturinn sem mjög lélegur núna, hann vikki á það til að velja ekki bestu hetjurnar til þess að meina. Greikallinn. Já, en á sama tíma sko þá þekkir, þá þetta náttúrulega bara allt rosalega góði vinir þarna. Já, og svo hefur Viki líka sýnt að fram áður á þessum Doomfist. Doomfist getur verið lélegasti tankinn í leiknum, en hann fær samt value út úr honum. En eins og engum kemur á óvart að þá fara Dusty og banna Doom og Sveittir banna Echo gegn honum sem Gunnar, þú veist, bara eitthvað lið að fara, þú veist, nú nefnilega út af úrvalsdeildinni sett upp að þú getur ekki bannað mapp eftir mapp. Já, núna geta þær ekki bannað Doom eða Echo í mappi 2. Mappi, já, þú veist, þú verður að geyma Echo á móti Gunnari. Já. Þú getur ekkert leyftir að banna hana þegar þú vil. Því að svo förum við bara, svo tapar Dusty mappinu og við förum á Watchpoint Keeper alltaf og Echo bara er í boði og þá skaðinn skeður. Gunnar gerir bara það sem hann vill. Já, hann hefur sýnt áður að þessi Echo hjá honum getur einsamall unnið á móti 5. Sko, hann með hitscan á stikkís og á træsjóttinu. Það heyrist ekki þegar hann flýgur. Nei, hann er hljóðlaust. Bara einhvern hjá honum, þá það bara þannig. Það heyrist ekki þegar hann flýgur. Stikkis eru hitscan, hann hittir þeim þannig að það er eins og sé hitscan. Það er bara eins og þessi einbótaðum. Já, og á træsljóttinu líka. Fara bara alltaf öll skot í alla. Já, sem hann ætlar að hitta. Já. Og svo heyrist aldrei í honum, þannig að hann er alls þar. Og cooldownið er líka bara miklu styttra á flæinu, þannig að hann er alltaf komin í burtu. Hann drepur 2 og svo er hann bara horfið. Ég fann að halda ult charge í honum í raun og verið 50%. Já, ég bara... Þetta er magnað. Þið eru búin að tala hann upp, þið fáið að sjá hann á næsta mappi á Echo og ég get eiginlega lofa þig. Ekki núna, heldur mappinu eftir. Já. En það verður gaman að sjá það á boltan á Samoa. Já, hjá Vika. Sko, ef ég fengi að velja hetjur til þess að spila á Samoa, þá væri boltinn örugglega með neðstu hetjunni. Já, en liðin er ready. Þannig að við ætlum bara að hætta að spekulera og bara koma okkur inn í lobby og fá að sjá hvað er í alvörinu að fara að gerast. Já, nákvæmlega. En það er samt alveg rétt. Boltinn ekki endilega sérstaklega góður á Samoa eða yfir höfuð akkurat núna, en hann er
alveg sérstaklega ekki góður á... En sjáum það að Elo er ekki með. Elo er ekki á staðnum og Frankie Boxing ekki mikið lagari. Nei, og gerir kannski svolítið erfitt fyrir CMD núna að ætla að lesa inn í þetta Dusty. Já. Það stokkar svolítið upp í að tankinn sé ekki tankinn sem hefur alltaf verið. Kristi sömuleiðis er á DPS þarna, ef ég les rétt í þetta allt saman. Viki á tank, Kristi og Aron á DPS og Núling og CMD á support. Eins og gert var ráð fyrir. Og það er klassíska Kiriko Lucio á báðu megin sem að bara er sterkasta support line-upið í leiknum í dag. Sjáum svo Vika á Hazard. Já. Gunnar á Vendetta, spennandi pick. Orion er eingöngu að fara að TP út og skiptir svo að öllum líkindum yfir á Soldier, Trace, nei, ég veist að ég bara veit það ekki alveg. Það kemur allt í ljós, en þetta er áhugavert þetta. Aron á Torfinum. Já, hann skiptir yfir á Soldier. Kristi á Cassidy. Virkilega sterkur spilari á hverju sem hann spilar, Kristi. Sjáum að liðnir eru hérna komin inn, eru að þreifa fyrir sér. Punktkontróli fer svolítið yfir til meðlimast Dusty þar sem að þeir eru með tank á punktinum. Kemur hérna fýtt hörrættirindar fyrir Sveita. Georg tekur mikinn skaða hérna. Kristi kemur sér vel inn fyrir góð búbla hérna á Gunnar sem er samt einhvern veginn tekin út af CMD. Velgert Egilari tekur út Aron svo í kjölfarið og Kristi tekur Georg Frankie á Krista. Þetta er allt í játnum hérna en þá sýnist mér eða hvað örlítið meira í gangi hérna hjá Dusty. Sýnist mér CMD strögglar við að halda lífi. Viki nær einhvern veginn Orion og CMD í raun og veru er bara að reyna að halda lífi hérna með boltanum. Enginn búinn að ná að kappa punktinn ennþá. En þá allt í játnum Frankie Boxing kominn hættulega nálægt þessu Graviton. Já, mjög fullfljótur að þessu. Mikið skaði hérna á Vika sem að nær einhvern veginn að halda lífi. Veit ekki alveg hvernig það fór að því þarna. Orion tekur út Krista núna kemur út kallið frá Dusty að lappa inn sem á þeir gera. Georg tekur út Vika vel gert og þeir ná fyrsta kappin á punktinum. Gætu mögulega náð Aron hérna. Tarja gerir það. CMD sömuleiðis Lár nær hins vegar að komast út á lífi. Góður fyrsti fight hjá Dusty. Og mörg ult að koma upp hjá báðum liðum núna. Notaði Gunnar ultimate eða er hann einfallega bara... Ég held að hann sé einfallega bara ekki kominn herra. Já, ekki búinn að ná að gera mikið. Kemur út snemma út hérna frá Georg, vel gert. Þeir ætla að kála þetta snemma. Gunnar tekur út Krista þá. Ekkert svar. Aron tekur út Gunnar þarna of lítið, of seint. Eitt ultimate, bara snirtilegt. Bara eins og við höfum fengið að sjá frá þessu liði Dusty. Bara... Þeir eru rosalega, þetta er eins og vélmenni stundum, hvernig ákvarðanatakan og annað er hjá þeim. Þeir eru virkilega vel uppsettir. Og þetta eyðileggur ekki fyrir að hafa spilað saman öll þessi ár. Nei. En stór úrsbanki hjá Sveitum. Byrja það hérna á bæði Kitturöf og Mæns hjá Vika. Orion ætlar að svara með overclockinu. Er að ná að gera eitthvað skaða. Viki virkilega ár, þar á bakka. Orion fylgjur hann bara alla leið, kemur svo út. Graviton Störns hérna frá Frankie Boxing með CMD til þess að nota beat. Kristi í high noon. Mögulega meira í zoning. Sjáum það hérna að Sveittir eru með ágætt punktkontról eins og er. Þeir eru, hérna tekur þetta Frankie Boxing út 2 einhvern veginn. Þessi Tarja er rosaleg. Gunnar á CMD og þetta gæti verið erfitt fyrir Sveitt að koma aftur inn hérna. Viki er einhvers staðar lifandi. Þeir sjá hann núna. Hann nær alltaf touchinu. Það er bara spurning sko hvernig þeir ná að svara, sérstaklega þegar Gunnar og Egill Ari og Georg eru allir með út hérna. Gunnar grífur fyrstur í gikkin. Nær engum hérna, gerir eitthvað skada sýnist mér, enga síður. Gunnar er að Georg býður, kemur út núna bæði supportúltinn frá Dusty og þarna kemur kill. Númling í vanda stattur og þetta er fyrsta rándið til Dusty. Viki aleinn hérna að reyna Viki á móti heiminum og heimurinn vann. Já, þessu sinni. Að þessu sinni átti Dusty bara hreinlega mikið betra. Já, og svolítið meira af því sama. Þetta er
allt öðruvísi uppstilling svo sem, en Sarjan svona miðpunkturinn í þessu öllu nákvæmlega eins og hjá 90 mínútum áðan. Já, Nasl á Sarjan áðan var klárlega það sem var að virka langt best. X-faktorinn fyrir 90 mínútur. Og hingað til virðist Frankie Boxing vera það fyrir Dusty líka. Já. Orion átti mjög góð pikk þarna inn á milli, sömuleiðis Gunnar, en ég held að Sarjan sé samt, eins og þú segir, undirstöðullin að þessu öllu. Já, það sé Krissi færi sig yfir á föruna og Aron yfir á Ash. Já, eitthvað sem hann kannski mátti búast við frá Aroni. Já, algjörlega. Krissi svo sem hefur alveg rifið í föruna við tækifæri. Orion samt alltaf lúmskur á þessari Soldier. Ó, já. Reynir að Aron tekur út Gunnar bara. Gunnar vissi ekki einu svona af honum held ég. Fer boltinn inn, gefur Orion Charged Rail shot sem að hann ætlar að bíða og nota á þessa föru þegar hann fær tækifæri til. Svona eina í raun og veru sem að Dusty geta gert í þessari föru helst Orion að ná að Charged upp Rail og hitta einhverju góðu skoti sem að hann gerir oftar en ekki. Dusty með yfirráð Sveiktir segja með yfirráð á punktinum núna ennþá. Viki virkilega lágur, CMD sömuleiðis einhvern veginn nær númling að halda þeim báðum á lífið þarna, mjög vel gert. CMD hins vegar reyndar fellur alltaf fyrir rest og Dusty nær að flippa punktinum yfir til sín og ná að koma sér fyrir eitthvað sem að faran vill svolítið eiga punktinn, ekki stækja inn í hann. Sömuleiðis Ash. Chris langt í bak á Dusty að núna. Frankie Boxing voru mjög lágur. Aron þarna í stóru fætt sjá hvernig Gunnar einhvern veginn lifir af. Orion tekur út Chris á sama tíma. Frankie Boxing með 2. Gunnar virkilega lágur en lifir af bara ótrúlegustu hluti. Og enn og aftur killfeatið að stríða okkur. Það skiptir lit á liðunum. Ég skil ekki alveg hvaða... Eftir í hvort liður þú ert að horfa á. Já, það svolítið? Já, það skiptir á milli. Svo ég veit ekki alveg af hverju það gerir, en við verðum bara að lifa með því. Já. Það eitthvað sem að leikurinn gerir bara. Algjörlega. Og Krissi hann að lágur. Gunnar veit af því, ætlar að reyna að ná honum. Gerir það ekki að þessu sinni. Finn útbakki báðum megin. Spurning bara hvaða lið á undan og það Georg sem að setur út Getsúresi og Orion fylgir því eftir á CMD og á Aron líka sömuleiðis. Virkilega vel gert þarna hjá Georgi og Aron að ná þessu. Gunnar sömuleiðis tekur út númling og 3 fljót kill þarna fyrir alveg eins og í rándinu undan. Ódýrt Getsúresi bara þeir þurfi ekki meira. Viki einn á móti heiminum eins og oft áður. Kemur út 2 bæði DPS-úrtin frá Sveiktum, gera alla lága en það enginn að deyja hjá Dusty einhvern veginn. Allir one-shot þegar kemur út beat frá Eigi Lara. Orion nær Krista í fætt við CMD. CMD ætti nú ekki að halda lífið þarna í gegnum þetta allt saman eða hvað. Númlingar reyna að halda honum að lífi, kemur einhvern veginn út beatinu. Númlingarinn, það ekki beatið, einhverjum Viki og CMD. Gunnar tekur út númling þá sem var lár. Orion notar overclocki til þess að klára CMD þarna og Viki fellur fyrir Gunnari og þeir ná ekki touch á punkt. Þetta meira því sama frá því síðast. Dusty 2 hinir 0. Já, þeir ætla ekki að breyta horf. Og bara eins og ég segi, þeir eru svo ótrúlega vel uppsettir. Þeir ultimatein þeirra fá meira value heldur en hjá mörgum öðrum og bara, það unun að fylgjast með þessu þegar þetta gengur upp hjá þeim. Nær einhver killi með þessu en gerir virkilega mikinn skada. Já, mikinn skada við boltan líka. Og fellir hann. Og svo boltinn var nógu nálægt, þannig að hann tók skada af þessu líka. Já, í raun og veru var bara boltinn inn í þessu. Já, þannig að vel gert hjá Dusty, Sveiktir mögulega bara, ég meina fyrsti leikur, nýtt lið, koma sér í gang. Ég meina þetta er Íslandsmeistari í númling, í Krissa, í Milkboy, þetta er CMD 2-faldur Íslandsmeistari sem
þjálfari sem Dusty þjálfari, já, þú veist, þetta er þannig að þetta eru spurning að slípa sér saman. Já, þetta er nefnilega bara þetta, að dropin hólar steinin. Já. Ég held að sé svolítið svoleiðis. Og þetta er, ég menn, þetta er 6 leikja tímabil, það keppa allir valla tvisvar. Já. Og þeir mega alveg við því að vera örlítið ryðgæðir. Já, og það er bara eðlilegt. Já. Það eru allir ennþá að kúpla sig inn í leik aftur. Og sérstaklega á móti liði sem að, þú veist, sem er búið að spila svona lengi saman, eins og Dusty. Já, og flestir úr Dusty héldu bara áfram yfir í Marvel Rivals. Reyndar voru það bara Elo og Orion, en CMD? Já, CMD kom inn sem spilari, það er rétt. Þannig að þeir voru ennþá spilandi þjálfari í Dusty Rivals liðinu. Þannig að þetta er allt svona spilari sem að haldast mikið í hendur. Algjörlega. En það er einmitt voru Chrissy og Milkboy liðsfélagar þeirra í Rivals Dusty. Þannig að þá einmitt Loser Picks, þá fá sveittir map pick og engin Doom verður bannaður. Það er ekki hægt að banna Doom eða Echo. Nei, og það er Kings Row. Við höfum heyrt það frá Vika áður að hann elskar að spila Doomfist á Kings Row. Já, og þegar þú horfir á Vika að spila Doomfist á Kings Row, að þá skilur þú svolítið hvað hann er að meina. Já, og þá skilur þú ekki af hverju fleiri spil ekki Doomfist á Kings Row. Algjörlega, það er alveg rétt. Þetta er... Því hann lætur að lítið fyrir svo einfalt. Já, þetta eru svo mörg tjók og það er svo auðvelt að ná pönsi, að ná anstæðingunum í vegg. Já. Af því að ef þú kýlir einhvern á Doomfist, að þá gerur ákveðin skaða. Ef hann endar í vegg, að þá gerist miklu meiri skaði. Miklu meiri skaði. Og svo er hann með blokkið sitt og ef hann er að charge upp pönsinu, þá gerur ennþá meiri skaða með hvoru tveggja. Já, og þá líka getur hann ná mörgum inn í þá stækkar hitboxið. Já, og þá getur hann pönsa þess vegna all liðið í einu. Já. En samanskapi, Gunnar úr fangelsi. Já, Gunnar getur farið Echo, en með hvernig vendettan var að virka, þá heldur hann því áfram. Þá þarf ekkert að vera hann skipti, sko, en mögulega á móti Doomfist. Já, Echoin þetta er mjög góð á móti Doomfist. Það er rétt. Þannig að það kemur ekkert á óvart að þeir myndu hætta við þetta vendetta dæmi. Sem var þó að virka, skilur. Sko, Gunnar var frábær á vendetta, en hann er bara annað dýr á Echo. Já. Allavega var það. Já, hann er það, en þú ert ekki svona góður og verður allt í einu ekki svona góður. Það er bara, ég trúi því ekki. Það er rétt. En gaman að sjá, mögulega, já, Dusty banna Torb. Aron var að Torb hann áðan. 1 round, gerði ekki mikið. Mér fannst það vera að gera meira á Ashinni, heldur en Torb. Já, sammála. Þannig að, kannski pínu spes pick að banna Torb, en svo sem líka kannski bara eitthvað sem maður vissi ekki hvað er eftir þá að banna í staðinn, af því að þeir mátt ekki banna Doom. Já, þetta er svolítið óútreiknanlegt. Og svo kemur ekkert á óvart að sveittir banna Saríuna sem Frankieboxing var að spila. Já, og þá förum við bara við förum í Óresu og við höldum Óresa Ram annarkvort og við höldum Kiriko Lucio. Já, ég bara bæði liður að fara að spila Kiriko Lucio allan leikinn. Ég held að það fyrir mikið að ganga á. Ég hugsa að sé bara þannig. Já. Og við fáum örgulega að sjá það í úrvalsdeildinni yfir höfuð bara, það verða þessar hetjur. Já. Kirko Lucio, að öllum líkindum. Já. Það held ég líka. Já. En liðin eru tilbúin, þannig að við erum á leiðinni inn í lobby og bara hlökkum til að sjá Vika Doom. Já, hvernig tiltekst. Það er langt síðan síðast og það er mjög langt síðan síðast. Já. Ég er bara, ég er í skinninu að fá að sjá minn mann á Doomfist, hann er þú veist, við tölum Gunnar annað dýr á Echoinni, Viki er það líka á Doomfist. Já, ef ykkur fannst hann góður á ból, gerið sinnum svona 7. Já, minnstakost. Já, ég er að passa með að fara ekki lægra heldur en minimum. Sko. Já. Það er alltaf betra að gera plus eftir og heldur en mínus. Algjörlega. Þannig að, sinnum 7. Þá fáið þið reyndar, þeir eru á defense, sveittir, þannig að þetta er líklega það sem þeir eru að vinna með. Já, þetta er öðruvísi. Númling á önunni, ég meina... Það er reynda bara því að númling... Þegar þú skrifar inn, þú veist, númling upp á Google, þá farið mynd af önu. Já. Það er samansammerkið þarna á milli. Það er bara nákvæmlega sami hluturinn. CMD er komin á brygg til þess að passa númling. Viki á Doomfist, den kemur engum óvart, eins og var rætt mikið hér. Og Chrissy komin á Sojourn. Fara af þessu Kiriko Lucio inn í meira svona dívanlegri baklínu. Hreyfanlegra. Svona sem að virka meira með
virka meira með og það er Frankie Boxing Roadhog og Georg Egillari. Já, ok, það átti bara að reyna að ná einu fljótu killi og Frankie Boxing er komin á Sigma þarna. Ég reiknaði með Orisa Ram, en auðvitað virkilega sterkur Sigma spilari þegar hann var með og er með selum, en bara sjáðu þarna DPS-arnir, Orion og Gunnar, þeir þurfa ekkert pláss, þeir þurfa enga tíma, þeir þurfa ekki neitt og þeir eru konum með 2. Þeir eru bara búið þetta til upp Númling reyndar tekur út Gunnar, en Georg fylgir bara eftir og tekur út Númling. Þá er þetta CMD og Viki eftir sem reyndar tekur út Egilara, en Viki einn með brygg, sko hann nær mögulega að stála þangað til liðan skemmt inn sem hann að Kristi komin yfir á Genslu. Númling skiptir yfir í Kiriko til þess að vera fljótari inn á punktinn aftur. Dusty eru alveg verið að komni með punktinn þetta flott stjarnpönsarna virkir, hvernig náði maðurinn að koma stúsun út. Egillar einhvern veginn tekur út Vika sömulegis, Orion og Gunnar með sitt hvort killið og já. Þetta Susu var rosalegt. Þetta var rosalegt Susu hjá Georg, hvernig bara Hann rétt næra að kasta út, þannig að hann er ennþá punchað, sko. Þetta er einhver rammi bara, þetta er bara einhver 2-3 ramma sem hann hefur og hann hittir. Ekki millisekunda. Nei. Viki óheppinn með það að gera hvað Georg er góður í leiknum. Já. En vel gert þarna hjá Dusty að og flott pick að fara á Sigma frekarlandinu Roadhog. Ég var ekki alveg að skilja þetta. Nei, ég held að þetta hafi bara verið, reynum að ná einu fljótu húk og aftur, enn og aftur Gunnar opna fætið og Orion með hinn. Þetta er sama sagan. Sama sagan, enn og aftur og hann er komin inn í spawn, það sem hann líður best. Inn í enemy spawn. Að fæta 2 supporta sem að þurfa að bakka undan honum. Hann er fyrstur í lobbyinu að fá út. Já, Egill Ari tekur út Krissa hinum megin á mappinu. Hann kæmi mér ekki óvart ef hann myndi kopja, ef við myndi Kitsune bleita hérna núna Dusty. Nei, það kæmi ekki óvart. Nei, ef að Gunnar fengi að fara aðeins á ninjuna sína, hann eina uppáhaldshetjuna sína. Já. Þarna kemur Kitsune bleiti, hann er reyndar ekki inn í þessu og er búinn að nota dastið sitt. Gunnar, hann er óheppilegt þarna, nota 2 ultimate fyrir þetta, en kaupa sér virkilega mikið tíma og Georg nær út TMD, þetta kemur út bleitið þegar 2 sekundur eftir og nær að neyða út og drepur Númling þarna einhvern veginn. Virkilega vel gert, nær að neyða út Susu og TP, þeir fylgir samt eftir með killið. Orion sömulegis tekur út Krista. Það veit það enginn. Kopið átti 2 sekundur eftir þegar hann fær bleitið. Já. Hann nær að poppa bleitið, svinga hann einu sinni. Já. Og sér bara eitt smá svona doink. Og hann er búinn að headshota. Já, eitt headshot með ekkoinu svo. Óeðlilegt. Kemur út, CMD drepur Frankie Boxing að nýja flöksinu, Orion fylgir eftir og tekur út CMD, en nú er þeir tanklausir Dusty. Vel gert þarna hjá Aroni og Gunnar tekur út Vika. Aron sömuleiðis er að finna sig hérna núna á sótinni, hann Aron. Gunnar reyndar tekur út Númling sem var kominn full framalega þarna mögulega til að reyna að halda Vika á lífi eða hvað. Krissi er kominn á ruslaróttuna. Já. Það er stoltið svar við Frankie Boxing að það gerir ekki mikið í Gunnari. Koma út hérna fullt af ultimate, spýturnu sparað. Gunnar virkilega djúpt inn, vel gert hjá Númling, tekur hann út þarna, Krissi og Viki með sitt hvort killið sömuleiðis. Ná að jafna þetta út, ná þessu mikilvæga stoppi núna liðsmenn Sveitra og... Já, þetta er akkurat það sem þið þurftu, það er bara að ná að stoppa það. Þá verður strax miklu erfiðara fyrir Dusty að ætla að halda áfram. Það getur verið erfitt að íta inn í þennan 3. punkt þegar að liðið í vörn nær að stilla sér upp. Tala nú ekki þegar að liðið hjá Sveitum er með svona mikið hreyfanleika. Algjörlega. Þeir geta verið út allt, alltaf. Kemur út hérna út núna frá Krissa. Ætlar að reyna að ná einhverjum, nær engum. Gunnar afritar en tekið út að Vika samstundis úr kopíinu og Krissi fylgir eftir og tekur út Gunnar. Vel gert þarna hjá þeim tveimur og enn og aftur náði þeir að halda gott Susu þarna setur Vika í gegnum þá alla og hann fellur fyrir það. Hendan hafið ætlað út að þarna, það var bara... Já, og Georg nefnir þá Kitsune ná
2 pikkum, Georg hins vegar fellur, ætti ekki að skipta máli hérna fyrir þá, eða góður skuldur hjá Franky Boxing sem að sömulegist tekur út Númling þarna. Vita af Vikka Aroni þarna hægra megin, Dusty hér, kemur út overclock núna, neyðir út fullt af abilities frá Dusty og sömulegist neyðir á til þess að bakka alla leið, reyndar aðleitn inn í þessu gott sús og frá Númling sem næra að halda Aroni á lífi. Kristi tekur út eiginlega CMD fellur, sömulegist engin lúsu, engin speedboost í bóði, Gunnar einhvern veginn aftur tekin út af Númling. Franky Boxing í vandastallur hérna með gott heal frá Georg sem hann nær að halda honum á lífi og bara geta niður klukkuna hérna núna Sveittir. Virkilega góð vörn. Kemur út núna Orion með overclocki, sjáum hvað hann getur gert þetta, tekur út Vikka, hann ekki hættur, tekur út Númling sömuleiðis sem hann náði reyndar að koma út Kitsurausinu en það hefur bara engin áhrif þar sem að eingöngu Gunnar féll. Þeir vita sirka hvar Kristi ekki nákvæmlega, það einhver eldan uppi, eiginlega nær að drepa hann, fellur fyrir það að Kristi sá hann var að koma. Ekkert speedboost í boði fyrir Dusty sem að sýnist mér ætla aðeins að dreifa fyrir sig þarna núna þangað til að ná mögulega pikki á Vikka sem næstum því fallinn og tekin út núna og þá setja þeir allt í bótt núna Dusty og fara á háhraða inn í þetta sem að reynda tekin út þarna og Georg með Kitsurausið sem hann stiður við þarna Kitsurausið og 4 kill, Orion með 2, Franky með 2. Það eiginlega akkurat núna ekki hægt að segja hver drifkrafturinn í Dusty. Nei, Þeir Gunnar og Orion byrjuðu það. Já, algjörlega. Eftir það hafa þeir einhvern veginn bara allir haldist í hendur. Já, ég náttúrulega þú veist, svo rosalega hrifinn af Georg á Kirikóni. Ég vil að segja að hans hann að starta þessum með rössum, hann að ná þessum súsum, hann ótrúlegu skaðinn sem kemur út á Kirikóni. En þeir eru samt allir að gera rosalega vinnu. Og þetta það sem hefur í raun og veru svolítið svona verið það sem einkenni Dusty. Hversu mikið lið þetta Það engin einn bestur, það engin einn sem stendur upp úr. Þetta bara, þú veist, þeir bakka allir hver annan upp, þeir gera allir hvern annan betri og taka út veikleika hvers annars og gaman að sjá líka hvað Franky Boxing að virka vel hann inni. Já. Þar sem að Elo vanalega tankinn. Algjörlega og í rauninu verður svona svolítið leiðtoginn í þessu liði. Allavega hefur maður heyrt það, já. Já. Að það gaman að sjá. Mjög gaman að sjá. Franky auðvitað varamaður hjá Selum sem að við fáum að sjá mögulega eftir 2 vikur í næstu útsendingu. En að samanskapi hann varamaður, ég veit ekki hversu mikið við fáum að sjá á honum. Og svo hjá Sveittum, þetta allt annað lið eftir að þeir fengu Doomfistinn. Algjörlega, þetta bara, Vikki allt annað en maður eftir að hann fekk inn Doomfist. Eins og við töluðum fyrir umferð að ef hann var góður á ból, gerði þið sinnum 7. Já, algjörlega. Að minnstakosti. Það hefur meiri staðist þegar Gunnar one-virk. Sjáu þetta skot frá Krista í miðju loftinu, tekur út Gunnar og þetta opnar algjörlega punktinn þetta fyrir þá. Kannski ekki alveg og Georg tekur út Vikka sömuleiðis. Þetta var möguleiki eftir að Kristi féll en óheppnir að Vikki skuli hafa fallið þarna og einhvern veginn nær Franky Boxing að refsa CMD þarna. Það ekkert frítt, þú fær ekki að bakka inn í spón, þú fær ekkert að gera frítt gegn þessu liði Dusty. Góður skaði þarna frá Númling á sellinum. Liðin eru hálfnuð í það bil. Kristi virkilega lár, nær einhvern veginn að lifa þetta af. Vikki að leita af dæfinu þarna inn á hægkrafti, nær 2 inn í pönsi, nær ekki að fylgja eftir og drepa það finnst við þar. Georg þarf að nota allt sem hann hefur í vopnabúri sínu til þess að lifa þarna af dæfið frá Vikka, nær því. Kristi tekið út af eiginlega velgert sem algjörlega ósnertanlegur þarna upp í loftinu. Gerir helling fyrir það og Númling einhvern veginn tekur út Gunnar. En það skiptir engu máli þar sem að Dusty bara svolítið með þetta ennþá. En ultra-rotationið hjá Sveittum það að koma upp. Þeir eru örlítið á eftir Dusty en þetta að koma.
Sjáum hvað mögulega kemur Georg og notar ultimate sitt mjög snemma hérna þegar að Sveittir ráða á vaðið og koma sér inn í fætið. Frankie Boxing líklega til þess að hendur út flöksinu líka. Orion tekur út CMD eins og bara í neutral. Og það neyðir Númling til þess að nota Transcendence, en það gæti þá, ef það einhver eftirfylgni með því, Viki eins og bara alls ekki inn í því sem nær einhvern veginn að ulta þarna. En Frankie Boxing og Gunnar taka það út Númling og Krista í baklínunni á meðan að Viki að slást þarna við á og tekin út af Frankie Boxing. Sigma svolítið sparið við þessum Doom, sýnist mér. Þeir að ná að refsa hann fyrir það og ég held að þessi Sojourn sé að gera mikið fyrir það líka. Já, Orion ásar Sojourn virkilega sterkur. Kemur út dekk hérna núna frá Krista, nær hann einhverju með þessu, nær Frankie Boxing fellur fyrir það, en það skiptir engum máli þar sem að þeir eru núna tveimur fleiri reyndar fellur Arion þar sem Aron þar sem að núna eru þeir jafnir, Arion já, Orion tekur það út CMD og það bara skiptir engum máli hvert vantar í þetta lið Dusty, þeir halda alltaf áfram og núna kemur Orion með overclocki. Frankie Boxing komin inn á dífunni, Orion tekur 1, Gunnar tekur 1. Aron ætlar að reyna að svara hérna núna með overclockinu sínu. Nær engum með því hins vegar, þarf að bakka inn í spawn. Gunnar tekur út Númling seint og þetta á leiðinni í last fight territory hérna núna fyrir Sveitta. Sem skipti yfir á Baptiste fyrir Immortality Field. En bæði support út uppi hjá Dusty gæti farið langleiðina með þetta og sömuleiðis ætti Gunnar alltaf að fá copy hérna á næstu 20 sekúndum. Viki tekin út snemma af Gunnar, núna þurfa þeir að resetta leið Sveittir til þess að reyna að koma sér. Þeir spara hins vegar Kitsúrastinu frá Sveittum. Egillæri nota bítið til þess að halda liðsfélagum sínum á lífi og það nóg til þess að halda þeim öllum heilbrigðum. Viki kominn aftur inn núna eftir að hafa fallið. Orion tekur hann út með hjálp frá Frankie og enginn kemst inn á punkt. Dusty vinna Kings Row 0-2 Dusty. Leyfðu mér að segja þægilegt. Já, það var það svolítið. Og það leit út fyrir að vera miklu leiti þessum manni að þakka. Já. Headshot. Headshot. Það endur ekki headshot. Hann headshotaði með spamminu, ekki með railgun. Þessi skaði. En það skiptir ekki máli. Engum. Sérstaklega ekki þegar það er komið pörkið eins og hann, þar sem að railgunni fer upp í 150 í últi í staðan fyrir 100. Já, og hann var inn í Kitsúrös frá Georg. Þannig að það hlæðist upp á núleitni bara. Hann skýtur eins og hrískotarifill. Þessi byssa hjá Soch. En ég verð samt að viðurkenna á defense hjá Sveittum. Allt annað lið heldur en á Samoa. Já. Þeir voru ekki að ná að láta það virka, eða sko, þeir voru alltaf að fá pikkin. Já. Það var alltaf ykkur að falla í liði Dusty. Já, en það bara einhvern veginn, þetta Dusty lið sér möguleika á teamfight sigurum þó þeir séu einum mann undir. Já, og það varð Sveittum að falli á Kings Row. Já, og fá þá aftur að velja map. Þá reyndar mjög líklegt að þeir banni Doomfist aftur. Já, pottþétt banna Dusty Doomfist núna og það verður spurning með Echo. Já, ég veit ekki, hvað ætlar að banna? Echo, Soch? Þú getur ekki banna Sario og Sigma? Nei, þú getur ekki banna Sario og Sigma. Ég myndi, sko, ef við myndum taka út að banna DPS, þá myndi ég persónulega velja að spila frekar gegn Sigma heldur en Sario. Já. Með hvernig þetta lið sett. Ég alveg sammála. Ég myndi frekar vilja mæta Sigma-inum heldur en já, það hitt. Jú. Já. En fáum samt liðsmannsbreytingu. Já. Að Milkboy kemur inn í staðinn fyrir Vika. Og þá spurning, hann hlýtur eiginlega að vera að fara á tank. Maður gerir sterklega ráð fyrir því. Já. Og eiginlega alls sama hver fer á tank þá í staðinn. Já. Þá komin annar hero pool. Já, þá komin annar hero pool. Og Milkboy kemur inn á tank. Já, sem að, sko... Hann sennilega með mest flexible spilurum í deildinni. Já.
og öllum 3 deildunum til samans en hérna, sko síðast ég vissi þá var hann, já ok, við erum að fara að fá þá var hann Doom og Monkey player sem að passar alveg inn í að þeir séu að velja Gibraltar mappickið en mig grunar Dífu mögulega, þar sem að það er engin íló til þess að svara það er engin íló til þess að svara Dífunni og þeir eru með besta er ekki bara besta Anna Númling sennilega, jú já, Georg á alveg séns í hann en þú veist þeir eru upp í staðið Númling hefur bara alltaf eins og sagði ef þú googlar Númling þá kemur myndar það er alveg rétt það er sama sem ekki þar á milli og þar af leiðandi er hann bara já, ef ekki bara besta Anna Íslands gætum fengið að sjá CMD Brygg aftur ég tel það bara líklegt já, það er, Anna Brygg hefur verið algengasta það er mjög algengt á Watchpoint Gibraltar sérstaklega á defense sömlið fara í aggressive Zenyatta Anna á attack aðrir hafa spilað Babsen eða Kiriko Kiriko Anna höfum við séð landsliði gera mikið þar sem að Kiriko líka með svo mikið það var einmitt movement og það Doom og Echo það er bara bakkað aftur í map 1 já, og þeir banna Doom þó svo að Milkboy sé komin inn já, af því að Milkboy Doom-spilari líka í mögulega og þeim greinlega finnst líka bara leiðilegt að geta mætt Doomfist já, það er ef það er ágætur Doomfist á móti þá er það bara leiðilegt það er bara þannig og núna eiga þeir völdu að spila móti Echo og Kings Row nei, en jú þeir mátti ekki banna Echo þeir mátti ekki, já ég segi það að þér bönnuð á hana á Samoa það mátti þeir ekki en eiga bannið inni á Gibraltar sem að held ég að sé ég held að sé bara rosalega gott það er góð gjöf af því að það er sko, þegar Íló er inni þá er Gibraltar örgulega besta mapp hjá Dusty já, þegar Íló er inni á Dífu og Gunnar á Echo Gunnar á Echo, Orion á Tracer og svo portline Brygg Anna en liðin eru örgulega reddi þannig að við bara hættum að spá og spökuleira í þetta allt saman og förum bara að koma okkur inn í lobby gaman að sjá hvað Milkboy spilar já, spennandi að sjá og hvort að liði breyti einhverju stóru í kring já, og fáðu kannski bara Kiriko, Lucio, Sigma frá mögulega Dusty já, það er alveg möguleiki liði ekki alveg tilbúin þannig að við reynum að spilla eitthvað aðeins meira tölum eitthvað, fyllum aðeins inn í þetta já, við höfum nú gert það áður við félagarnir ófáðu sinnum já, en með hvernig Sigma var að virka Díva er ekki hetja sem að Frankie Boxing hefur verið þekktur fyrir en á samanskapi er það alveg hetja sem að hann gæti spilað sko en á samanskapi er líka Sigma alveg mjög fín á defense mjög góð hann er ekki jafngóður á attack nei, en í defense er Sigma bara mjög góð hetja á Gibraltar og einhver tíman var hann nú monkey player hann Frankie Boxing hann sá alveg það á sín tíma já, þó svo að monkey sé örgulega því miður lélegasti tankin í leiknum í dag bara langlélegasti tankin í leiknum ég er ekki frá því að það sé bara alveg hárrétt boltinn er í harðri samkeppni en ég held að Winston hann er örlítið lélegri örlítið neðar ekki ofar betri í að vera lélegur já, betri það örlítið bara samt hárspreitt, já en svo er þetta stundum, þú veist, er þetta spurningum Circuit Sigma eða Ilios Light á Díva Monkey bara fínn á Gibraltar en ekki neinst þar já, það er nefnilega sko allavega fyrstu 2 punktunum ég skal gefa sko, röstið á 3. punktunum er alveg bara solid bara betra já. Það er betra heldur en Monkey David á 3. punktunum en þar á undan er einmitt Monkey, Díva, Doomfist já, svo reyndar hetja sem við erum ekki einu svona búin að minnast á Hazard já. Hazard er ekki bara bæði lið að fara að spila Hazard hérna það er nefnilega alveg möguleiki og þá er bara Kiriko, Lucio, Sojourn, Tracer, Genji eitthvað gott, eitthvað skemmtilegt já. Sojourn er eins og þið sáuð bara Orion í fyrstu 2 veppunum þetta er ekki bara jú, Orion er fárlega góður en Sojourn er líka fárlega góð já, Sojourn núna er bara sennilega með betri TFS-um já, í uppsettu spili já, og Echo er það líka en því miður þá er hún bara tekin út núna já,
Cassidy hefur líka verið sterkur. Cassidy mjög, já, Tracer er alltaf viable. Það er nefnilega þessi Cassidy hefur líka, hann er bara, það er alltaf hægt að spila. Já, mögulega fáum við... Hann er misgóður, já, en það er alltaf hægt að spila. Mögulega fáum við Gunnar Tracer. Hvernig væri það? Það væri áhugavert. Já, hann hefur list það hlutverk á... Já. Á Watchman Gibraltar af því að Orion hatar ekkert mikið í heiminum og að spila vera settur í fangelsið á punktinn. Tracer-fangelsi á punktinum á Watchman Gibraltar. Vera til á punktinum þannig að punkturinn haldi áfram að hreyfast. Já. Neyða hina til þess á endanum þurfa að hoppa niður. Já, eða samanskapið að koma í veg fyrir að þegar hann er í völdinni að koma í veg fyrir að punkturinn haldi áfram að hreyfast. Það er, honum finnst ekkert leiðilegra. Og það er svaðalega leiðilegt. Það er rosalega leiðilegt. Það er mjög leiðilegt. Við höfum reyndið þetta með Tracer-spilarinn í liðinu okkar og hann hefur alveg sagt okkur hvað þetta er leiðilegt. En sko, þetta er besta taktíkin á þessu mappi. Já, en á Watchman Gibraltar er ég bara rosalega ánægður að spila ekki DPS. Já, ég get alveg tekið undir það með þér líka. Það er reynda gaman ef maður fær að spila Widowmaker inn á milli. Já, ef hún virkar þá sama aftur reynir Franki í húkið hérna, spurning hvort að Dívan sé tilbúin fyrir það. Já, bakkar, vel gert hjá Milkboy. Það reyndar að passa sig þarna, vel gert hjá Krista og þarna Númling með gott nade á Georg sem að tók TP-ið með þeim, sýndist mér. En það er Gunnar á Genji. Franki Boxing ætlar að mæta Dífunni. Genji var Echo áður en Echo var Echo hjá Gunnari, þannig að þetta er kemur ekkert á óvart. Ég er spenntur að sjá þetta, þar sem að Díva á móti Dífu. Já, og Lucio og Brygg. Lucio öðrum meginn og Brygg hinum meginn. Egill er auðvitað mjög góður Lucio-spilari, en sama skapi er hann virkilega fínn á Brygg. Hann er nefnilega mjög góður Brygg-spilari líka, sko. Sem gleymist oft. Já, algjörlega. Af því að hann er svo góður á Lucio. Hann er talað hann sem Lucio-player, en hann hefur mjög margt annað. Hann er nefnilega alls ekki Lucio one-trip, sko. Þó hann kennist langt skemmtilegt að spila Lucio. Já, ég held það samt. Þeir Kristi hérna er bara stendur og er að frí-færa inn í punktinn með Aroni. Og þetta er virkilega bjart yfirsöllu núna hjá Sveitum og sjáum að Kristi bara komið ultimate og það er tekið út. Það er tekið út en ég meina, sko, fætin var búinn. Já, þetta var bara svona plús, þetta átti bara að vera auka stakkir. Já, þú veist, ef er flott. Já, þeir þurfti ekkert á því að halda, en það hefði verið flott. En Aron og Orion að slást hérna á þessari S. Gott nade frá, virkilega gott nade og Orion fylgir í eftir hérna á Aron. Fer smá opturinn úr vörð Sveitra og kemur út nanoboost á Franki Boxing sem er búmpað niður. Þarna kemur einmitt af hverju Brygg er spiluð á þessu mappi. En það stærðu, Nano er bara búið áður hann fylgir okkur skapaðan hlut. Það er ekkert fyrir þetta Nano og núna kemur Nano frá Númling rétt strax á Milkboy þegar að hlutirnir fara í stað. Hann er að fylgjast með honum, hann kemur einmitt Nano hjá Franki Boxing sem fer upp á highgroundið, fer á Orion, ætlar að targeta hann, er slípaður hérna af Georg hins vegar en tekinn út fyrir rest. Krissi tekur út Orion, CMD fellir fyrir Franki Boxing. Þetta lítur ágætlega út hérna fyrir Sveita en þá er að jafnast út núna. Milkboy fer aðeins og djúpt. Ætti að vera tekinn út þarna. Reyndar refsar Franki Boxing sem missir mekkan sinn. Númling 1 á punkt. Þetta tekur einhvern veginn út eiginlega þarna. Vel gert. Númling fekk að lifa þarna af allan tíman. Já. Og bara solid defense. 3 mínútur farnar af klukkunni hér bil frá Dusty en 4 úrslit í boði. 4 og Georg svo sannarlega ekki lengi að byggja þetta annað. Nei, alls ekki. Og þó þér séu með Gunnar á Genji þá held ég hafi nú verið vel þess virði að láta reyna á Nano Dífu. Svo ætlar þessi Krissi bara að sníklast eitthvað. Hann ætlar bara næstu að bíða eftir ultimatinu hérna. Kemur út Beat og Engage með Blade-inu, Beat Blade frá Dusty sem að tekur út 3 þarna Gunnar áður en að fellu fyrir Milkboy en skaðinn er skeður, punkturinn er kominn og já, þeir falla allir. Þeir eru að stakkera Milkboy hérna. Þetta það er svo sorglegt að horfa á þetta. Að sjá þetta nauðsynlegt en ljótt, þetta er svo náttúran, það er
það er bara Já, bara gangur lífsins já, skilur algjörlega að þetta verður að gera þú fær svo mikið út úr þessu ekkert smá, þú segir að hann er ekki ennþá mættur og Krissi deyr áður en að Díma nær að koma á bjarganum þá kemur hann akkurat á bjarganum og þetta er á seint og núna þurfa þær að rísa þetta af því að raun og veru eru bara að fýta útskjart fyrir Dusty sem eru búin að koma sér fyrir á hægrandinu og eru raun og veru næst í hefnir að þeir misti ekki fleiri kemur út Nano núna á Milkboy og Krissi með dekkið sömuleiðis leitar að einhverju, Milkboy tekur út Georg, vel gert þarna Númling nær að halda Milkboy sömuleiðis lengur í mekkanum heldur hann hefði átt að fá Orion ekki hitt þarna, þarf að fara á annan stað, nær einum hins vegar með Bob nær því búinn að taka út Aron þarna nær því hins vegar ekki Frankie Boxing, mjög lár nær að komast út það var bara Krissi þarna reynir skjótan engin ultimate í boði núna fyrir bæði lið Brigg næst með 50% Aron eins og tekin út þarna af Orion þetta var bara fljótt doppultap þetta sýnist mér frá Orion TMD í vandastattur með dífuna inn í sér og Gunnar sömuleiðis sem nær að taka hann út nú vantar 2 liðsmenn hjá Sveittum og þá mistir Milkboy mekkan sinn fellur og Gunnar tekur út Númling og Frankie tekur út Krissa mjög gott hold taka mikinn tíma af þeim bæði fyrsta og öðrum punkt taka þér mjög góðan tíma af þeim Krissi fer yfir á Vendetta já og enn og aftur er Orion að ná út Aroni þá býða Sveiti bara eftir að Aron og slíp hann á Krissa ætti ekki að ná að fylgja því eftir með killi en neyða hann út mögulega einhver ability frá Sveittum til þess að halda honum á lífi kemur út Nano og dífuna hérna gæti komið Nanoblade núna frá Dusty kemur Nano dífa hjá Milkboy og kemur út bara Blade frá Gunnari sem er alveg nóg til þess að taka út TMD í rally og bara Númling líka, bara tekur út báða supportana og Orion með Krissa á saman tíma. Þess við tölum áðan, Gunnar var mikill Genji player áður en Echo var til. Já, áður en hann pikkaði upp Echo. Kemur út bombaðarnar, tekur eingöngu út Bobbin en kaupir einhvern pláss hérna og gott beat hérna, nær öllum meðlumum Dusty inn í þetta og fylgir í bara eftir með killi á Krista CMD fellur fyrir Gunnari Milkboy er að reyna eins og hann getur að halda þessum punkti á lífi reyna að vera á punktinu eins lengi og hann getur Númling er að gera allt sem hann getur til þess að halda hann á lífi sömuleiðis neyðist til þess að nota bombuna hann er tekin út þegar hann er ekki í mekkanum af Agli Ara og þeir ná ekki touchinn Krissi swappaði hann í treysi til þess að reyna að blinka inn á punktinn og það munaði sekundubort hann hefði náði en 6.56 sem þeir taka af Dusty. Já, þetta er virkilega gott hold þrátt fyrir að þeir fái 3 punktana. Algjörlega og í raun sko þetta byrjaði alltaf á fyrsta punktinum. Það getur verið rosalega erfitt að ná að halda einhver á fyrsta punktinum. Já, hann er svolítið hérna bara til þess að falla. Hann er eiginlega bara til þess að mögulega saksa tíma. Já. Þú eiginlega gerir alltaf ráð fyrir að tapa punktinum. Þegar það eru 2 góðu lið að mætast. Algjörlega. Og bara kaupa þess mikið tíma og getur. Og svo getur alltaf sett upp af því að sko gameskipið og annað á öðrum punkti er bara ef þú nærð að stilla þér upp á vörninni virkilega sterkt eins og við fengum hann að sjá frá þeim en það bara þegar að þið náðu fljótu pikkinu þarna á Krista þegar að eftir stakkarinn á Milkboy það svolítið setti strik í reikningin fyrir Sveita að þá fékk Dusty allt high ground í heimi og raun og veru vel gert að taka tíman aðeins sem þeir gerðu eftir það. Já, bara mjög vel spilað. Það er ekki takt að taka af þeim frá því sko. Að hver þeir að spila betur en hinn og Dusty náttúrulega bara á attackinu þannig að hvert pick fyrir þá skiptir aðeins meira máli heldur en hvert pick Sveita. Sjáum algjöran speil hérna núna sýnist mér. Krissi var að hófvera Genji áðan er ennþá á simmi, já, skiptir yfir í Genji við erum að fá algjöran speil
þá er það bara spurning hver er betri á þessu sem að þeir eru að spila. Eða betur slípa þér saman. Já. Það hefur líka virkilega mikil áhrif. CMD eru mjög lágur, nær að lifa af þarna. Gunnar að gera einhver óskunda í baklínunni þarna sýnist mér. Frankie Boxing voru virkilega lágur. Georg nær er að ná að halda honum uppi með hjálp frá Agli Ara. Orion rosalega hættulegur upp á hæggrandinu. Kristi tekur út Egil Ara hins vegar. Gæti opnað þetta eitthvað fyrir sveita. Frankie Boxing sömuleiðis með lága mekk. Fær nanóið á Gunnar. Frankie og með engin dífa í boði neinstaðar. Og bara Kristi tekur út Gunnar. Sýnist Dusty vera með yfiráðin yfir þessu hins vegar. Miltboy fer yfir á Winston. Já. Þetta er það sem við töluðum áðan. Kannski er þetta bara eina mappið sem að Winston getur alltaf spilað. Mögulega, og hann er með bananaskinnið, þannig að hann er að gera allt rétt hérna. Hann er að senda alla ströymana sem hann getur í þetta. Já, algjörlega. Allt sem í hans valdi stendur ennþá. Sjáu bara samt hvað tekur mikinn skaða þarna frá Orion þegar hann er að reyna, hann píkar í augnablik og hann bara helmingurinn af lífinu sem farið á augabragði. Kemur út Nano hinsa núna á Krista sem er næstu komið með Blade. Gunnar fellir númling á sama tíma. Dusty menn ekki mjög heilbrigðir líflega séð en eru í yfir tölu ennþá. Kristi er með Bladeið, hann er að leita að því, hann er að reyna að pota þarna í þá. En Orion tekur hann bara. Já. Orion refsar honum 3 falla í liði sveittra. Og einungis 1,5 mínúta eftir. Og við erum að leiðin í boði. Já, mjög mikið. 3 sveittra og 4 nánast 5 hjá Dusty. Miltboy hins vegar bara komin í 50%. Kemur út dífabom hérna núna frá Frankie Boxing, nær engu með þessu. Egillari er antíðaður af númlingarna sem var engu að reyna að halda sér á lífi. Kemur út Bob núna frá Aroni og Orion á sama tíma. Eru svolítið mikið að skjóta hvort annan hann að sýnist mér. Eða hvað Orion virkilega lágur þarna frá toppinum. Kemur út Nanoblade núna, svaraði með beat frá CMD, en það eru bara 3 inn í þessum beat. Aron þarna fellur, Miltboy sömuleiðis, Kristi með Blade á sama tíma, nær þarna út Eilara. En team kill, bjallan glimur. Bjallan glimur og 30 sekúndur eftir. Engin ult í boði hjá Dusty. Nálagt Primal Rage hjá Miltboy. Já, sem hefur og númling reyndar fær öruglega nanoboost hérna líka. Ef að þeir ná einhverjum overtime hérna, þá fær númling alltaf nanoboost á Miltboy. Vel gert þarna bæði Egillari og Orion þarna skýndist mér voru á búbónum í burtu. Það verður einhver að fara á punktinn, þeir eru á punktinum. En sjáum við bara hvað Miltboy er orðinn lágur. Hann er ekki komið með Primal Rage enda og dívan er að éta upp allar nálarnar frá önunni þarna og hann fellur bara af því að dívan var að éta upp allt saman. CMD fellur, númling fellur og þetta er allt að falla fyrir Dusty sem að vinnur 3-0. Dusty tekur 3-0 á móti Sveittum. Á Sveittum í fyrsta leik almenna byggasins Season 7. Og það er Gunnar með Nanoblade mögulega. Eða Driveblade. Já. Hann dýndi nú alveg fram og takta með þau líka. Jú, hann þarf ekkert á þessu Nano að halda. Þetta var Beatblade sem að nær einhvern veginn að drepa Brigg í rally með, sko, hérna, hvað heitir, með Antinate frá sínum eigin liðsfélaga. Já. Með Healing Boosted, eða hvað heitir þetta? Þegar að annan neytar eigin liðsfélaga. Já, þá farir auka healing. Já. Þannig að það er heitir. Nei, en það er magnað að hann hafi náð þessu í Brigg gegnum rally. Já. Það er Já, rally plus annað neyti. Já,
það er rosalega. Það er mjög vel gert. Algjörlega. Líka því að nanobústi var ekki til staðar. Nei, hann þurfti ekki á því að halda. Hann fekk auka lífið frá Lucio og Beat. Já, sem gerði hann klift að þurfi ekki að pæla í. Já, hann gætt bara... Hann bara farið inn, alveg saman hvað væri. Já, og ekkert pælt í neinu. Nei, og einhvern veginn fann hann bara 3 fyrir vikið. Já. Sem bara Gunnar já, Gunnar að gera Gunnar hluti. Það er engin önnur lýsing. Nei, það er það. Það er bara, já, Gunnar að gera Gunnar. Já. Það er bara... Algjörlega. En þá eru þessum 2 leikjum lokið í kvöld. Það er ekki meira frá okkur að þessu sinni, en minnum við þetta á að eftir 2 vikur er önnur útsending. Þá erum við aftur hér, við 2 saman með aðra 2 leiki. Ég man ekki hvaða leikir það eru, en það kemur allt í ljós. Við 2 laugardaga, ekki næst heldur þar næst, klukkan 6. Sjáumst á.